í íþróttum, þetta gekk vel í henni. Ég var góður sem úrlingur í hockey og einn af þeim sem kannski svona skaraði fram úr og það er svo mikilvægt fyrir krakka úrlinga og sem ég hef stundum farið, ég hef farið aðeins í skóla og talað, búin að fara 3 sinnum hérna fyrir norðan í skóla og tala aðeins unga fólki. Það er svo mikilvægt fyrir krakka að upplifa að þið gangi vel, að það sé gott í einhverju. Já, skiptir öllu máli. Og þegar að foreldrar til dæmis sjá það, hvaða er sem krakkarnir eru góðir í, að ýta undir það, að hjálpa krökkunum að nýta þá hæfileika út í annan vegna þess að ef þú ert góður í einhverju einu, það kemur til að nýtast þér í svo mörgu öðru heldur en bara allir eins og hjá mér að spila hockey. Af því að sjálfstraustið eykst alveg helming og það smitar út í aðra hluti sem hún gerir í lífinu. Já, nákvæmlega og ég meina, þú veist, maður svona einmitt, svo ég grípi boltana því sem þú veist að segja, sko, það sem skiptir svo miklu máli er sko að því að það er margir foreldrar sem hugsa sem svo og kannski eðlileg viðbrögð svona fyrst, ef barninu gengur ekki vel í námi eða barninu gengur ekki vel í náminu þá kannski bara vert að láta það bara læra sem mest og vera ekki í einhverju öðru sko sem að getur truflað það frá lærdómnum sko. Þú ferð ekki að æfa þetta eða hitt, það gengur ekki nógu vel og þú þarfst bara að læra og þú bara eyðir hérna 4 klukkutímum eftir skóla og lærir og ferð ekki eitthvað að æfa eitthvað. Sem að verður alveg örugglega ekki til þess að barnið verði eitthvað sko bara allt í einu mikið sterkara í náminu en hins vegar verður kannski til þess að það er alltaf frá morgni til kvölds að gera eitthvað sem það er ekki sérstaklega gott bara í. Bara moka skurð, endalaust sko. Í staðinn fyrir að það sé kannski einhverjir 2 klukkutíma á dag þar sem það er einhvers staðar sem það nýtur sín vegna þess að svo bara lýkur grunnskólagöngunni og þá skiptir mestu máli einmitt að viðkomandi sé með sterka sjálfsmynd og nokkuð gott sjálfstraust til þess að velja sér þá bara einhvern annan vettvang. Þú veist, þetta er raunur það sem gerist í þínu tilviki, ekki sant? Já, eins og ég hérna með hockey, mér leið bara alltaf vel inn í Skautahöll. Og það er náttúrulega fyrir utan bara það að líða þannig að þú verið góður í einhverju og einhvers verður, þá var ofboðslega gott fólk í kringum Skautafélagið á þessum árum. Bæði krakkarnir sem ég var að æfa með. Og þessum tíma var þetta líka oft, það var svona, Skautafélagið var að fá svona krakka sem voru ekki nógu góðir í fótbolta eða nógu góðir í handbolta. Það var svolítið svoleiðis, sko. En svo duttu þetta, ég var bara yfirleitt sterkur í flestum íþróttum. Ég var bara fínn í fótbolta og handbolta og æði gegnum yngri flokka með Þór og við vorum svona nokkrir strákar sem að duttum hann inn sem voru bara svona íþróttasinnaðir. En svo var fullt af krökkum sem voru æfði þarna sem voru í rauninni alls ekki með þessi íþrótta Skautafélagið er rosalega mikið byggt upp að það var alls konar fólk og fólki sem var að halda utan þetta svo ég nefni bara hérna Magnús Einar Finnsson heitinn veit nú ekki hvort þú þekkir hann hann var formaður Skautafélagsins og hérna þegar ég var gutti og hann fór með okkur strákurum allar unglingaferðir og hann kom alltaf með auka svefnpoka í hver einustu ferða því hann vissi að ég myndi gleyma mínum og hann bauð okkur í mat heim til sín og bara algjörlega frábær kall. Bara maður sem að bara skipti verulega máli fyrir þína bara framtíð og farsæld. Skipti ótrúlega miklu máli fyrir mig. Bæði bara vinirnir í Skautafélaginu og svo eins og hann sko og líka foreldrar fólkið í kringum krakka sem líður ekki vel. Það er það sem skiptir öllu máli. Það er ekki námið, það er ekki hvað það fyrir að vinna við eða hvað það gerir sko. Það er bara fólki sem hefur í kringu því. Og svo uppgötvaru sko tónlistarhæfileikana, gerist það ekki bara á þessum árum líka eða var það seinna? Jú, það gerist svona á unglingsárum sko. Þá það gerist eiginlega bara, ég var svona alltaf að glamra eitthvað á gítar en ég var ekki góður. Einhverja ástæðu vegna þá fór ég plataði hún Hrönn Sigurðardóttir sem er Íslandsmeistari í vaxtarækt. Og veit hver hún er? Já, hún var alltaf eitthvað að syngja og hún var vinkona kærustu minnar á þessum tíma. Og ég fór eitthvað að spila undir með henni og fór að syngja með henni og ég alltaf var alveg skelfilega lélegur sko. Var það? Já, ég var rosalega lélegur sko. Hún var nefnilega þrælsterk söngkona og er ennþá í dag sko. Og þetta einhvern veginn vatt upp á sig og ég fór svona að semja eitthvað og glamra og ég ætla á upptökur sem ég tók upp heima og svona
og texta og svona, þetta er alltaf alveg, þetta er geymt í vel læstri kistu, sko, svo Já, þau eru dreigið frá að 50 samanluninu, þá Já, það er spurningum að gera það, sko. Já. En hérna, Sem gott atriði. þetta er eitthvað sem að, samt, sko, eitthvað sem að á þeim tíma, þó ég hafi ekkert verið voðalega góður í, mér leið eins og ég væri ótrúlega góður í þessu. Já. Og fékkst líka hvatningu heimanna? Já, fékk hvatningu, skilur. Já. Og það er hérna... Það hlýtur nú að vera, vegna þess að þú heldur áfram einhvern veginn í þessu og ferðan á árangri, skilur, og þú bara ferð að vera góður og þú æfir þig bara áfram. Já, en ég fann samt alveg, svo því ég gáði mína fyrstu plötu, sko, þá voru það fyrstu viðbröðin, sko, að hérna, ég erfði þarna pening eftir frænda minn, eða bíl eftir frænda minn í rauninni. Hann lést í mótorhjólsleysi og hérna... Sem að margir þekktu. Margir þekktu hann, algjör snillingur. Já. Og ég ákvað að nota alla peningana í það að gefa út plötu. Ég var ekki búinn að gefa út eitt lag fram að því, sko. Þannig séð, sko. Hefði hann ekki einmitt hvatti til þess? Já, hann var einmitt típan í það, sko. Já. En ég fann alveg svona fólk í kringum mig, fólk var svona, þú veist, er þetta málið að eyða öllum peningunum í þetta og rúmlega það, sko, setja mig einhverja skuld og ég var bara einhvern veginn svo harð ákveðin að þetta væri bara, ég yrði að gera eitthvað við þessu lög sem ég átti, sko. Já. Og bara frá því ég gaf út þessa plötu hef ég unnið við músík. Sem er alltaf bara magnað, sko. Já, sem er alltaf heilmikið hark, sérstaklega hér bara á Íslandi og markaðurinn sjálfur sér ekki mjög stór, en þú er einhvern veginn alltaf haft heilmikið að gera og líka bara skapa þér vettvang sjálfur. Já, svo alltaf snýst þetta bara um það að finna sér verkefni og búa til verkefni þegar það er ekkert um að vera. Nei, akkurat. Og svo er líka eitt sem ég teki eftir í þínu fari sem að ég svona velti fyrir mig hvort það tengist svolítið, kannski þinni fortíð og þetta að þekkja þessa líðan að vera kvíðinn og vanmáttugur og svona. Já. Þú ert alltaf tilbúinn að spila einhvers staðar, ég er nú svo sem ekki að auglýsa neitt, sko, sérstaklega, en ég er svo að rekja á ef það er verið að safna peningum fyrir eitthvað, gott málefni eða eitthvað, þá er Rúnar F. mættur á svæðið eða á upptökin að því eða hugmyndin að því að nú þurfum við nú að safna fyrir þessu og hinnu og styrkja gott málefni. Heldur þetta búi í þér svona þessi grunnur svolítið, að einhvern veginn að þú er ekki alltaf siglt svona lignan sjó? Já, það sem geti alveg verið að spila eitthvað inn í. Já. Ég held að sé nú meira kannski bara uppeldið, þú veist, foreldrar mínar eru óbúslega gott fólk, sko. Já. Ekki það, þú veist, finnst örugglega öllum mömmu sín og pabbi vera frábær, sko. Já. En þau eru samt svona, hafa alltaf verið þannig, sko, að, þú veist, alltaf ég man eftir því sem krakki, þú veist, það var að stríða mér, sko. Já. Það var alltaf einbrað af því að í rauninni passa mig á að láta ekki öðrum líða eins illa og mér liði, sko. Nei, ekki taka þátt í svona gagnvart öðrum, þó að, þú veist, ekki færa þín vandamál yfir aðra og vertu góðu þennan og veist, ég man eftir, veist, ég var í saumum, sko, í 8. bekk, sko, þá var ég að prjóna og ég var ekki sterkur þar heldur. Segir tvö. Já, en þá átti ég að gera eitthvað hú en úr varð ennisband þegar ég komst ekki lengra. Og ég sérst prjónaði ennisband á eina, það var stelpa sem var fötluð sem var með ykkur í skóla og ég prjónaði sérst ennisband á hana, sko. Það er eitthvað sem að... Já, það bara lá beint við. Já, mér fannst það einhvern veginn, það var svona, og ég hef alltaf einhvern veginn haft svona í mér að, og finnst það bara skipta rosa miklu máli að hérna... Að gefa af sér. Að gefa af sér, sko, af því að ég hef verið ótrúlega heppinn þrátt fyrir það að hafa stundum kannski ekki liðið vel sem unglingur. Í seinni tíð ef mér gengið vel, ég fengið að vinna með það sem ég hef gaman á, þykir óbúslega vænt það. Ég er búinn að ferðast um heiminn við að spila íshokkí eða syngja tónlistina mína eða ég á heilbrigð börn og fjölskyldu og hef það ótrúlega gott. En þarftu ennþá að glímur við kvíða? Af því nú veit ég að kvíði er hluti svolítið af, sko, Tourette og kvíði tengist. Tourette er stundum viðbragð við, sko, kvíðanum, af því ég veit að og ég veit eins og með Tourette og OCD að eftir því sem kannski er meira álag og tilfinningalegt álag jafnvel og maður lifir ekki alveg reglusömu lífi og svona, þá eykst þetta, þannig að þetta er kvíðatengt. Ertu, sko, glímuru svolítið við kvíðan, þú veist, svona dagstæðilega? Nei, ekki í dag eiginlega, sko. Nei. Svona nánast alveg laus við það, sko. Já. Auðvitað koma tímar þegar maður, þú veist, maður líður eitthvað ekki 100%, sko. Nei. En ég myndi ekki segja eins og, þú veist, ég var lengi vel, sko, þá fann ég fyrir svolítið þunglindi og kvíða, sko. Og ég var ekkert endilega að ræða það við fólk. Heldur bara, þú veist, reyndi maður bara svona að harka það af sér og þú veist, ýtaði undan sér eitthvað
best að maður tala bara ekkert það og svona. Já, þú upplifðir Það bara fór þetta á endanum. Já. En svo í seinni tíð hefur ekki verið, sko. Ekki heft þig. Nei, ég held kannski bara þegar ég er bara svo sáttur. Já. Bara, maður horfir í kringum sig og allt það sem er að gerast í heiminum. Sýrland og bara allt, ekkert bara það, bara stríð eða fátækt eða sjúkdómar og maður situr hérna í stúdíói hérna á N4 og drekkur 3 lítra kaffi hérna í þessum brúsa hérna. Hefur það ótrúlega gott, sko. Já, það er þetta mitt, sko. Þannig að það er ekki vinnan að kvarta. Mjög góð skilaboð. Þú ert bara gangandi fyrirmynd, Rúnar. Mér finnst það. Já. Ég vildi fá það því þú kemur alltaf svo oft til þess að tala bara eitthvað gigg og eitthvað svona í sjónvarpi. Mér finnst það dýrmætt fyrir unga fólki og foreldrana aðeins að hlusta á það. Hvað þú hefur verið að takast á því þegar þú varst yngri og hvernig þú vannst úr því? Takk fyrir komuna og við kveðjum héðan af N4 og sjáumst aftur í næstu viku. Bless. Segja tíminn sár, öll græði. Ef svo því dreymir mig. En líf þar sem ég læðist. Með veggjum forðast margmenni.
svo fljótt, svo fljótt, svo fljótt, svo fljótt, svo fljótt, svo fljótt. Spennandi tilboð á konukvöldi Sunnuhlíðar 10. nóvember. 20% afsláttur af vörum og sérstakt tilboð á bókum. Við hlökkum til að sjá ykkur á konukvöldinu. Quiltbúðin. Opin fyrirlestur meltinguna og mikilvægi hennar. Hvað getum við gert til að hafa þarmaflóruna í jafnvægi? 5. 10. nóvember frá klukkan 20 til 21 á Hótel Kea. Fyrirlesari Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsu- og næringarmarkþjálfi hjá Artasan. Engin aðgangseyrir. Jólagjöfin fyrir skapandi fólk, skemmtileg námskeið fyrir alla sem vilja láta verkin tala. Fræðsla í formi og lit. Opnar smiðjur í textíl, Fab Lab og málmsuðu. Sjá nánar á simei.is. Komið ykkur vel fyrir, því núna er komið að þættinum að sunnan. Komið í blessu og sæl, það er Suðurlandið sem heilsar. Við erum á leiðinni austur fyrir fjall eins og svo oft áður og ætlum meðal annars að koma við í listasafni Árnesinga í Hveragerði. Við segjum skák og mát í Fischersetrinu á Selfossi, en fyrsti viðkomustaður okkar er Kæribær á Kirkjubæjarklaustri. Kæribær, Kæribær, það er skólinn minn. Líðandi og reyra, gerum við hann freyra. Kæribær, Kæribær, það er skólinn minn. Ég er ekki hræddur neitt. Ég er svona úlf. Ertu ekki svona hræddur við úlf? Nei, pabbi skýtur hann bara. Úlfinn? En er einhverju úlfar hérna á Kirkjubæjarklaustri? Það eru minkar heima hjá mér. Fullt. Ég á minkagildrur með þess að. Og hvað gerið þið við þessa minka? Við setjum þá bara gildru. Þeir mega ekki fara í hænunum mín og stela þeim. Það eru tveir búin að borða alla halana. Það voru bara til tveir en það er búið að borða á minkunir. En af því þú sagði mér að þú værir ekki einu sinni hræddur við úlfa, er einhverju úlfar líka hérna? Það er bara einn, eða ég er búin að skjóta hann. Skaust hann sjálfur? Nei, pabbi skaut hann. Og varstu með honum? Já, nei. Vissirðu það bara? Já, hann sagði mér þetta. En eru fleiri dýr hérna á Kirkjubæjarklaustri? Já, allavega kindur. Stundum kemur tófan, við étur lömbin. Það er ljúft að koma í Kærabæ, sem er 16 barna leikskóli á Kirkjubæjarklaustri. Skólinn skartar grænfána og er að auki heilsuleikskóli. Þið eru heilsuleikskóli, hvað þýðir það? Það þýðir að við leggjum meira áherslu á myndlist og sköpun og hreyfingu og við leggjum líka áherslu á það að hafa minna salt og sykur og svona fitu í matnum. Við matarborðið til dæmis mikið rætt hvað er í því sem þau eru að borða og það sem ég er svona vandræðagemlingur, þá ég vilt öðruvísi mat, þá verður alveg ofboðslega mikil umræða það af hverju ég er með öðruvísi mat og hvað er þá í þeirra mat sem ég má ekki borða og það verður ofboðslega mikil umræða þetta. Og þetta er bara búið að vera ósvöld skemmtilegt að taka þátt í þessu. Við erum einmitt líka svo erum við með svona heilsubækur fyrir hvert barn. Það sem við skráum bæði
veikindin þeirra og hvað var gert og ef að eitthvað hefur verið gert og þar skráð framfærið þeirra í hreyfingu og það alltaf með skipulegan tíma í íþróttahúsinu einu sinni í viku með íþróttakennara. Ég er sko í 2 íþróttajakka. Má ég sjá. Adidas og Puma. Ertu bara í öllum helstu merkjunum? Ég bara elska íþróttir. Ég get með sér að hoppa á bakinu. Þegar ég hoppa niður á bakið og upp aftur. Veistu hvað þessi bláapína er fyrir? Nei. Þeir eru fyrir kognís. Stundum verður að gera íþróttir hérna. Stundum fyrir í íþróttahúsið. Ég fyrir að gera þegar ég fyrir að fara eins og kónguló í íþróttarhundinni. Hlaupa í zigzag og hoppa í hringinn, út og inn og fara á belg og svo hoppa á trampolini, 2 sinnum og svo þurfti ég að labba á hundum. Ég gat það alveg. Bara smá. Þú ert alveg rosaleg fimleikastjarna, heyri ég. Ef þú getur hoppa á bakinu og labba á höndum. Viltu sjá hvernig ég get labbað á höndum? Já, takk. Ég gerir bara svona. Já, ég skil. Ég er bara að reyna á höndum, heila. Ég labba bara smá, heila, höndum. Grænfánan er líka grænfánuleg skóli. Þetta tengist allt rosalega mikið saman og vinnum mikið með byrjað hvernig það svona bara dæmi það, hvernig þetta tengist mikið. Það var einu sem sagt fund grænfánafundinum að þá kom svo tillaga það að við værum ekki að borða nógu mikið af ávöxtum. Við vildum fá það oftar á daginn. Börnin komum sjálf með þessa tillögu og þá var það náttúrulega bara gert. Bættum við ávöxtastundum og bættum við ávöxtum í skálinni. Það er óbærslega skemmtilegt að sjá hvernig þau fara að velta fyrir sér, þú veist, bæði hvað er hollt og hvað er gott fyrir okkur að hreyfa okkur. Og þau hafa svolítið líf sitt að segja hérna? Já, þau gera það og við reynum að vera mjög lýðræðisleg og þetta eins og maður veit það er það innan ákveðna markað en það er samt, við reynum að leyfa þeim að taka þátt og spyrja hvað í raun og veru það er sem að þau vilja og hvernig þau vilja breyta því en þau þurfa líka pínlítið að velta þessi fyrir sér af hverju vilja breyta því. Það er ekki bara af því bara. Og við fáum ekki að segja af því bara, það er ekki í boði. Ja, ég þurfti að hvíla mig á starfinu sem ég var í og var hvattur til þess að prófa að fara að vinna á leikskóla og ætlaði að gera það bara í smá tíma en einhvern veginn kolfélli fyrir þessu lítrika starfi. Ég átti einu sinni hesta, en þeir dauðir. Hvað kom fyrir þá? Þeir voru bara alltaf gamlir. Fyrst stóð einn og svo dóu þeir. Því þeir fukku ekki nú að borða eða líka og þeir voru líka alltaf gamlir. Var það ekki svolítið sorglegt? Nei, bara sko hestahúsið er eiginlega brotið. Þakið er búið að detta af og sko hænunar, litlu ungarnir eru búið til hús úr þessum þökum. Þannig að þær koma bara í staðinn? En sko, litlu hænunar eru ógeðslega brjálaðar þegar ég er að reyna að halda þeim. Þegar ein hvíta, hún er bara brjáluð. Þegar ég er að reyna að halda henni, hún klórar mér. Hún klóraði mig hérna en þú er það bara að fara. Og hvað gerir þú þá? Ég set hann aftur hreiðri. En hvað er uppáhaldsdýrið þitt? Lömb. Og líka kindur. Og líka hestar. Það er eina sem ég, sko, sem dýr sem ég finnst uppáhalds. En hefurðu farið á hestbak? Það er mjög langt síðan. Það er þegar ég var bara svona. En hvað ertu núna? Þegar ég á 8 ára, það er svona.
fer ég aftur, það svona. En heldur að þið fáið ykkur aftur hesta? Sko, langafi minn eftir að gefa mér hest. Er hann hestamaður? Já, hann er sko mjög mikill hestamaður. Hann á mjög mikið hestum. Þeir eru bara allir út allt á túninu hans. Svo bara grænt gras. Hvað heldur þið séu margir? Þeir eru eitthvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Hvað er svona heillandi við þetta? Það er einhvern veginn bara þetta líf, einhvern veginn, þetta rosalega fjör og líf og þessi uppspretta hugmynda sem kemur frá krökkunum. Hún er svo lifandi og skemmtileg og maður verður einhvern veginn bara svo, já, það er bara dagarnir bara fljúa áfram í einhverjum skemmtilegum heimi og ævintýrum og svona, það var mjög heillandi. Nú ertu með allan aldur hérna, svona á einni deild. Já. Hvernig gengur það? Bara í langflesta tilfellum mjög vel. Þetta skiptum okkur stundum upp yfir daginn eins og í ágústastundum og það sem við erum að lesa fyrir þau og þá aldur skiptum við þeim og eins ef að verða mikið læti eins og stundum getur orðið ykkur þá höfum við aðstöðu til þess að loka okkur af með yngri börnum svo að hvíla þau aðeins en öðru leyti þá er þetta bara alveg frábært. Eldri börnin læra mikið af því að taka tillit til yngri barnanna og þurfa að passa sig og þar leiti taka tillit til annarna og svo yngri börnin læra að herma eftir eldri börnunum og mér finnst þetta ofsalega skemmtileg blanda, ofsalega hrifin af henni. Og hér er mikið karlaveldi? Í þennan vetur, já, er mikið karlaveldi. Það skiptist svolítið. Stundum er þetta stelpuskóli og stundum er þetta strákaskóli. Það er svona virðist vera einhvern veginn í loftinu hérna kannski að þegar konur verða úldar þá er það svolítið mikið með sama kynið. Allavega er alltaf til skiptis. Stór árgangur af strákum árgangar eða af stelpum. Amma mín hún er svolítið sorglega því að afi minn er dáinn. Þetta er ekki langafi minn. Þetta er gamli afi minn. Það er svolítið sorglegt. Ég veit það, en nú er hún farin upp í heiminn. Nú byrjar á leikskóla í Reykjavík. Finnur einhvern mun á krökkunum þar og hér? Já, ég finn talsverðan mun. Aðalega þá krakkarnir hér alast náttúrulega upp í svo miklum tengslum við náttúruna. Þau eru mjög meðvituð umhverfið sitt og við erum grænfræna leikskóli, þannig að hér flokkum við allt í tætliður og vendum okkur svona við að sinna umhverfinu og þegar við förum í göngutúra þá eru þau, ef þau sjá rusla bara hlaupa og ná í það og svona, þau eru mjög meðvituð að sé allt snyrtilegt svona í kringum þau. Og svo er allt annar orðaforði hér á börnum heldur en í bænum. Þau stundum er eins og maður sé að tala við bara eldri borgara, það er svo dásamlegt. Það er svona ekki eins mengað tungumáli hér af svona slangri og þess aftar og bara mjög skemmtilegt. Og hér lesa krakkarnir Bændablaðið og spá í traktora og alls konar heipindivélar og svona, það er mjög skemmtilegt. Og daginn voru þeir að skoða Bændablaðið og segir eitt svona, Pétur, bara nú erum við sko alvöru kallmenni, við erum að lesa Bændablaðið og við þurfum að skoða traktora. Og þetta er eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt í Reykjavík. Þannig að starfið með eldri borgunum kannski nýtist ágætlega hér? Já, það eiginlega gerir það. Allan er ég með orðaforðan í mér, eins og er hér. Það er skólinn minn, leita ég og reyna, mér lifa meira. Kæri bæ, það er skólinn minn. Vantar þig frystipláss? Kuldabóli í Þorlákshöfn er fullkomið frystivöruhótel sem þjónar matvælaframleiðendum, jafnt sem innflytjendum og útflytjendum. Við tökum lílega á móti þér. Ísfélag Þorlákshafnar. Alhliða raflagnir, tækniþjónusta, gróðurhúsaþjónusta og verslun. Árvirknin Selfossi, sími 480 1160 eða árvirknin.is.
Ef þú vilt fullkomna matarbúðið þá velur þú mjúkís frá Kjörís. Nú stendur yfir sýning í listasafni Árnesinga sem hefur vakið verðskuldað athygli. Sýningarstjórar þeirra sýningar eru Aðalheiður Valgeirsdóttir og Aldís Arnardóttir og við fengum safnstjóran Ingu Jónsdóttur til þess að segja okkur betur frá því sem að bíður safngesta. Já, þetta sýning sem ber heitið Tímalög Karl Kvaran og Erla Þóranesdóttir. Þetta eru verk tveggja íslenskra myndlistamanna sem hafa hvort sig ákveðna sérstöðu í íslenskri listasögu. Heitið vísar í það að við erum hérna með 2 kynslóðir, tíminn sem felst í því og líka tilvísun í hvernig þau vinna, leggja lag og ná lag. Þannig að það eru tímalög, þannig að þetta heitir með margvíslega tilvísanir. Hvað einkennandi fyrir þessi tímabil í list þeirra? Sko, við skoðum hérna tímabil Karls, tímabil frá 1968 til 78 í hans ferli. Þá hefur hann náð mjög mikil góðri færni og búinn að þjálfa tækni hvernig hann vinnur með gvasslit og yfirleitt þegar talað notkun gvass þá nafn Karls Kvarans nefnt í sömu andrá. Erla hins vegar, hennar einkenni, við erum að skoða verkin hennar frá síðustu 10 árum og þá hefur hún notað blaðsilfur í verk sín sem eru svona svolítið einkennandi fyrir hana. Og þau eru bara sífellt að breytast, með sér bara hér inni. Já, silfur, náttúrulega, þar kemur tíminn líka við sögu því að silfrið oxast og kannski sérstaklega hér í Hveragerði á þessu hverasvæði en það eitt verkið á sýningunni sem hún kallar oxun á flekaskilunum eða oxun á flekaskilum og það var nýlagt silfrið þegar sýningin opnaði og var bara silfurlitað en orðið nú mjög gullið því að það eins og silfrið breytist í blaðgull þegar það oxast. Það verður alltaf gulli í Hveragerði. Við skulum segja það. En það ekki margir dagar eftir að þessari sýningu, hvað það sem tekur við? Já, þessari sýningu, síðasti sýningadagurinn 13. nóvember og þá tekur við sýning sem ber heitið Nautn, Conspiracy of Pleasure og sú sýning var samstarfsverkefni milli Listasafnsins á Akureyri og Listasafns Árnesinga. Þetta var sumarsýning safnsins á Akureyri síðastliðið sumar og fékk mikla athygli og verður vetrarsýningin hér. Og þar eru 6 íslenskir listamenn sem að eiga verk og þau velta fyrir sér svona ýmsum birtingamyndum nautnar og hún svona marglaga og margt hægt að íhuga á þeirri sýningu. Hvernig verður þetta safn til á sínum tíma? Sko, safnið verður til þegar Bjarni Bjarnadóttir gefur Árnesingum stóra málverkagjöf árið 1963 og upphaflega safnið staðsett á Selfossi, þar það til sýnis og opið almenningi og undir heitinu Málverkasafn Árnessýslu og þar með eitt elsta listasafn utan höfuðborgarsvæðisins sem opið almenningi. Eftir að sýslunefndin var lögð niður það héraðsnefnd Árnesinga sem eignast safnið og að héraðsnefndinni standa öll sveitarfélögin 8 í Árnessýslu og það mátti segja að eigendurnir eru allir íbúar Árnessýslu. En hvernig aðsóknin? Aðsóknin fer vaxandi og bara mjög góð. Á síðasta ári var algjört metár í aðsókn og við finnum það hérna að fólki finnst forvitnilegt að koma hingað við margar sýningarnar sem hafa verið settar upp hérna hafa vakið athygli
og spyrjast vel út. Við leggjum líka svolítið upp úr því að fólki líði vel að koma hérna. Það getur tilt sér niður og skoða lesefni. Við gefum alltaf út sýningaskrár sem fólk getur sest og yfir og lesið og fengið sér kaffibolla. Það alltaf hérna einhver aðstaða fyrir börn. Við leggjum áherslu á það að það séu allir velkomnir á öllum aldri. Og við ætlum einmitt að byrja núna nýja dagskrá og sem verður starfrækt í vetur fyrsta sunnudag í hverju mánuði, að þá bjóðum við sérstaklega fjölskyldufólk velkomið. Við ætlum að skoða 1 til 3 verk eftir aðstæðum og skoða þau og virkja fantasíu barnsins, hvað það sér í því. Og þegar við erum búin að tala verkið og spá og spekulera, þá endum við þetta á því að gera sameiginlega kannski eitthvað eitt verk sem innblásið af því sem við erum búin að vera að tala Leiðið hans Fishers í kirkjugarðinum að Laugardælum lætur ekki mikið yfir sér og fátt minnir á dramatíska ævi þess sem þar hvílir. Íslendingar eignuðu sinn Fisher þegar skák einvígi aldarinnar var háð árið 1974 og gleymd honum ekki eins og sannaðist mörgum áratugum síðar. Minningans lifir og enn leggur fjöldi fólks hvaðanæfa úr heiminum leið sína í garðinn. Ég vissi það að eftir að hann dó, þetta voru gríðarlega rútur, margar rútur sem komu. Og það enn þann dag í dag, mjög margir sem koma á einkabílum og jafnvel sumir sem koma hingað inn. Ég vil bara fá að vita hvar leiðin og spyrja leiðbeiningar. Það alveg ótrúlega mikið af fólki og það fólk allstaðar aður heimi. Og það til dæmis fólk sem kemur hingað, það frá Asíu. Það var einn maður hérna sem kom hérna frá Asíu og hann kom gaggjart til að koma leiðinu og í Fischersetur. Svo vildi hann spila golf, einhvers staðar nálægt Reykjavík og svo fór hann til Asíu. Svo við séum annað par hérna, það var búið að ferðast inn á svolítið Ísland og var að leiðinni til Reykjavík og átti að fara að fljúga. Það sá hérna skilti hérna utan á húsi, Bobby Fischer Center, leiða sá skilti, heyrðu við verðum að koma aftur og koma í Fischersetur og svo fara leiðinu. Og það kom eftir hálft ár í nokkra daga og kom hérna í setrið, fór á leiðinu og svo lítið meira og fór. Hvað það sem að fólki finnst mest spennandi að sjá hérna inni? Það ýmislegt. Sumir, það nú aðalega, myndi ég segja, tengt einvíginu 1972. Það náttúrulega það sem fólk þekkir best og forvitnast meira söguna. En það í rauninni ekki nema hálf sagan. Því að seinni hlutin sko ekki minna dramatískur, getum við sagt. Já, hann náttúrulega rosalega dramatískur seinni hluti. En fyrri hlutin náttúrulega rosalega saga líka. Fyrri hlutin, þegar hann vinnur heimsmeistarakeppnina og Rússa sem áttu venjulega heimsmeistaratitilinn og tímum kalda stríðsins að hann, Amerikaninn, skildi vinna titilinn. Þetta var náttúrulega rosalegt áfall fyrir Rússa. Þannig að þess vegna var þetta einvígi svona rosalega mikið í fjölmiðlum. Og þessi viðburður, það náttúrulega kom Íslandi á kortið. Mjög fáir vissu þennan Ísland fyrir þennan viðburð. Þannig að þetta var í 7 vikur aðal helstu fréttaveitum og sjónvarpsstöðvum heimsins. Þetta mjög sérstök saga, eða spuni, ég má kalla það þannig, að hann skuli koma svo hingað síðustu árin og sem Íslendingur. Koma sem Íslendingur hingað og dvelja hérna 3 ár og látast hérna. Hvernig byrjar þessi svona, hvað maður segja, seinni kafli, þessi seinni dramatíski kafli? Þeir náttúrulega, þeir ákvaða að halda upp á 20 ára afmælið, heimsmeistarayfingið, Fischer og Spassky og tefla aftur á Júgóslavíu 1992. En þá var stríðið í Júgóslavíu og Ameríkumenn og Evrópubúar voru með viðskiptabann á Júgóslavíu út af þessu stríði. Og það var þannig að Ameríkumenn sögðu, þeir sendu honum fax áður að fara að tefla.
þú mátt ekki tefla út af viðskiptabanninu. En hann reif blaðið og teldi. Honum líkaði ekki að stjórnin var að segja sér hvað hann ætti að gera og kannski hugsaði hann líka, hvað er ég að gera? Ég bara að færa taflmenn frá einum reit til annars. En þetta hafði miklar afleiðingar. Já, gerði það náttúrulega. Hann fór ekki tilbaka til Ameríku út af því að hann vissi hvað hann hafði gerði og hann vissi það að þeir myndu rétta yfir honum með það. Þeir myndu eitthvað gera í Ameríku ef hann myndu fara tilbaka. En Ameríkumenn lét hann eiga sig. Vandamálin byrjuðu eftir 11. september. Eftir 11. september þá voru fjölmiðlar sem hefði viðtal við hann og fór að spurja hann út í þetta og þá sagði hann að þetta, ef ég væri svona lauslega þýtt, að þetta væri gott að Ameríkumenn að þeir ættu þetta skilið. Þá virkilega fóru þeir að hundelta. Af því að Ameríkumenn voru mjög viðkvæmir á þessu tíma, eðlilega. Og hann var í Japan svolítið mikið. Það er óhætt að segja að vandræði Fishers hafi byrjað fyrir alvöru eftir 11. september. Bandaríkjamenn ógildu vegabréfið hans og fóru fram á framsal. Nú skildi réttað yfir honum vegna Júgóslavíu og sömuleiðis skattamála. Fisher var settur í fangelsi með hámars öryggisgæslu og var þar í 9 mánuði. Eða allt þar til íslenskir vinir hans með Guðmund G. Þórarinsson í fararbroddi gripu til sinna ráða. Málið var gríðarlega pólitískt en loks fekk Fisher íslenskt vegabréf. Það var Davíð Oddsson, hann átti mjög stóran þátt í þessu. Hann var utanríkisráðherra á þessum tíma. Og saga segir að Fisher hafi skrifað honum bréf. Og þegar hann fekk þetta persónulega bréf frá Fisher og það náttúrulega sér hann í bréfinu að það er ekki margir dagar til stefnu ef hann vil gera eitthvað. Og þess vegna er þetta gert, eins og ég skil þetta, lagt fyrir Alþingi, náttúrulega hraðasta leiðin, því að Japanir eru bara að fara að framselja til Ameríku. Og hérna Alþingismenninni hefur samþykkt þetta. Og þegar leiðu þeir samþykkja þetta, að þá fá þeir vegabréfið fyrir Fisher og þeir fljúa til Japans, fara í fangelsið, láta hann hafa vegabréfið og hann fer með þeim tilbaka. Fisher-setrið var opnað 11. júlí árið 2013 og er rekið af félagi sjálfboðaliða. Það er opið á sumrin en hægt er að hafa samband við framkvæmdastjórnina og semja heimsóknir utan opnunartíma. We're in New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. The parks are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in 2s and 3s. Lovers are kissing and exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 Kings. Meðalakstur á Íslandi er einungis 32 kílómetrar á dag samkvæmt tölum Samgöngustofu. Í mörgum tilfellum geta því bílar sem ganga fyrir rafmagni hentað vel fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Volkswagen býður upp á 4 bíla sem ganga fyrir rafmagni. E-Golf og E-Up sem eru hreinir rafbílar og ganga báðir fyrir 100% hreinni raforku. Og tengiltvinnbílana Golf GT og Passat GT sem ganga bæði fyrir rafmagni og bensíni. Það má hlaða rafbíla á nokkra vegu. Með heimahleðslustöð í gegnum sérstakar hleðslusnúru sem stinga má í samband við venjulega heimilisinstungu og á hraðhleðslustöðvum. Æskilegasti hleðslumátinn er heimahleðslustöð en hina leiðirnar eru hugsaðar til vara. Tengiltvinnbíla er hægt að hlaða með heimahleðslustöð og hleðslusnúru en þá er ekki hægt að hlaða í hraðhleðslustöðvum. Tölur drægni rafbíla miðast við kjöraðstæður og huga þarf að hitastigi utandyra, aksturslægi og notkun miðstöðar við akstur. Til að mynda lækka drægnitölur á vetuna.
Rafhlaðan uppfyllir samt hversdagslegar aksturþarfir flestra. Hægt að aka e-up allt að 160 km og e-golf allt að 190 km á einni hleðslu af raforku. En Golf GTE og Passat GTE hægt að aka allt að 50 km á einni hleðslu. Rafbílar eru mjög hagkvæmir í rekstri og hægt að spara 100.000 í eldsneytiskostnaða ári við að skipta úr bensínbíl yfir í rafbíl. Flottir 50 dagar á græna hattinum. 50 daginn 10. nóvember, bara flokkurinn. 50 dagurinn 17. nóvember, Shades of Reykjavík. 50 dagurinn 24. nóvember, Moses Hightower. Forsala hafin í Eymundsson, grænihatturinn.is og á miði.is. Græni hatturinn helgina. Föstudaginn 11. nóvember, hljómsveitin Babies í fyrsta sinn á Akureyri. Laugardagurinn 12. nóvember, Axel Ó og Co. Country eins og það gerist best. Forsala hafin í Eymundsson, grænihatturinn.is og á miði.is. Nokkrir metrar í hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli. Goodyear nagladekkin hemla best í snjó samkvæmt könnun FIB. Ekki gera málamiðlanir þegar kemur að öryggi. Veldu Goodyear vetrardekk.
Flottir fimmtudagar á græna hattinum. Fimmtudaginn 10. nóvember, bara flokkurinn. Fimmtudagurinn 17. nóvember, Shades of Reykjavík. Fimmtudagurinn 24. nóvember, Moses Hightower. Forsala hafin í Eymundsson, grænihatturinn.is og á miði.is. Græni hatturinn helgina. Föstudaginn 11. nóvember, hljómsveitin Babies í fyrsta sinn á Akureyri. Laugardagurinn 12. nóvember, Axel Ó og Co. Country eins og það gerist best. Forsala hafin í Eymundsson, grænihatturinn.is og á miði.is. Nokkrir metrar í Hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli. Goodyear nagladekkin hemla best í snjó samkvæmt könnun FIB. Ekki gera málamiðlanir þegar kemur að öryggi. Veldu Goodyear vetrardekk. Næst ekkur Hildur Bolladóttir við og spjallar við góða gesti allt milli himins og jarðar. Heil og sæl og velkomin þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við aðeins að skoða það hvernig það að vera kvíðinn unglingsdrengur í skóla. Ganga kannski ekki sérstaklega vel í náminu þannig að sjálfsmyndin kannski ekki upp á sitt besta hvað það varðar. Skólinn sjálfur sér kannski ekki sá staður eða sá vettvangur sem að styrki sjálfstraustið hjá kvíðnum dreng sem að finnur sér vanmáttugan þar og hvaða sem að svoleiðis strákur, því ég veit að þeir eru allmargir, getur gert til þess að styrkja sig, styrkja sjálfsmyndina og finna sér vettvang til þess að svona eflast og þroska hæfileika sína. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið mjög góðan gest, hann Rúnar F, eins og hann nú oftast kallaður. Rúnar Freyr Rúnarsson, tónlistarmaður og vertu velkomin. Þakka fyrir. Og ástæðan fyrir því að ég fæ þig til þess að ræða þetta svo að ég man mjög vel eftir því. Þú talaðir eins og í æskulismessu í Akureyrarkirkju og varst að syngja og spila sem nú svona þitt aðalstarf að vera tónlistarmaður og þar ávarpaður unglingana sem voru saman komin þarna og sagðir þeim svolítið frá því hvernig þér hefði liðið í skóla og þér leiði ekkert alltaf vel í skóla. Og talaður það og talaður þinn kvíða þegar þú varst unglingur og sjálfsmyndina og túrettið sem að þú hefur lifað með, alveg bara frá því að þú varst krakki. Guðskjöfin eins og ég kalla. Já, Guðskjöfin eins og ég kalla, já, hvað kannski því eftir. Og þess vegna langaði mig bara að fá þig hingað því þú gerðir þetta svo fallega, man ég. Og ég veit að líka kannski margir hérna á Akureyri og bara víða land sem að þekki til þín, þú ferð víða og spilar, sem að sjá náttúrulega fyrir sér bara sjálfsöruggan karlmann sem kemur fram og syngur eins og að drekka vatn og á þess að vita það, sko, hvernig vegferðin hefur verið. En þú veist, til að byrja með, viltu þá segja okkur aðeins frá því, hvernig var svona þín skólaganga? Skólaganga hjá mér hefur nú væntanlega bara við, eins og hjá flestum krökkum, svona lengst af, sko. Já. Ég hef ekki verið svona 10-11 ára því ég fór að taka eftir í sjálfur að ég var svona eitthvað aðeins öðru sinni aðri, sko. Ég var með út af þessum Tourette sem ég... Kom það bara fram þá, eða? Já, sko, mamma segir við mig allavega, hún hafði vitt þetta bara þegar ég var 5-6 ára gamall að það var eitthvað. Já. Hún vissi ekkert hvað þetta var, samt, sko. Nei. Og það voru þessi, þannig við förum aðeins, því það áhorfendur kannski ekki allir sem að þekkja Tourette dæmið. Já. Sko, kom þetta strax fram sem einhverju kækir? Já. Já. Hjá mér, ég var alltaf með einhverja kæki og þegar einn fór þá kom annar. Já. Og stundum var ég með 2-3 í einu og annað, en mis svona slæmt. Já. Við heldum alltaf bara að þetta væri kækir og sem bara letti á krökkum, sko, að vissu leiti, nema það var svolítið mikið hjá mér oft, sko. Já. Mömmu grunna að það var ekki allt með feldu, sem maður segir, það var eitthvað meira, sko. Já. En svo var það þarna 10-11 ára gamall, þá finn ég það sjálfur, sko, að ég hef bara enga stjórn á þessu, sko. Nei. Og þetta var að fara að ángra mig. Já. Þú veist að skammast þín fyrir þetta? Já, fór að skammast mér fyrir þetta og krakkarnir voru að gera grína mér og taka eftir þessu og svona. Og svo 12 ára aldurinn þá fer ég suður, þá fer mamma með mig suður og ég fer í einhverja greiningu, ég fer til svona taugasérfræðings eða eitthvað slíkt. Já. Sem að greinir mig með Tourette. Já. Þá höfðum við aldrei heyrt um þetta. Nei.
Nema mamma hafði heyrt þetta bara stuttu áður þess að hún fór, ástæðan fyrir fórum suður var þá hann var að fara að grunna þetta að vera Tourette. Þá var hún búin að vera að lesa sig til þetta sko, hvað þetta geti verið. Og finnur hann að þetta geti verið eitthvað sem heitir Tourette og þegar ég fyrir til lækni hérna á Akureyri þá var datt engum í hug Tourette þess að menn bara þekktu þetta þarna. Samt ég náttúrulega klárlega ekki í fyrsta tilfellið á Akureyri, en þegar ég greinist með Tourette þá til þess kennarar og annað í skólanum og það var allir bara að engin hugmyndu hvað það var sko. Núna vita flest allir svona hvað Tourette sko. Já, ég held að sé svona haldist svolítið í hendur við sko því að ég var að tala hérna fyrir þáttinn, var að segja frá því að hérna ég með þessa áráttu þráhyggju sem ég talaði og skrifaði sem er hérna obsessive compulsive disorder kallast það á ensku. Ég hef lesið mér svo mikið til það, verandi með þetta sjálf, það hef ég lesið að Tourette heilkennið, ef svo má orðið komast, nátengt áráttu þráhyggju. Þetta eru þessar tvær raskanir tengjast einhvern veginn sko í heila stöðunum sko. Þetta og það ekki margir sem hefur heyrt talað OCD eða áráttu þráhyggju sko bara, fyrir svona 10 árum síðan, var ekki fólk farið að tala mikið það, sko, og ég held að sé bara svona byrja, sko, fyrir nokkrum árum að vera einhvern veginn svona almenn vitneskja það á Íslandi, sko. Maður var bara óþægur? Já. Erfiður eða? Og þetta tengist svolítið, þú upplifðir líka svolítið svona þessa þráhyggju. Já, þessi fylgir svona alltaf ofvirkni og þráhyggju. Já, kæra þakkir Eiríkur fyrir þetta fína innlegg. Næstu tekur til máls Jón Karl Ólafsson frá Isavia. Gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, borgarstjórar og góðu gestir. Gaman að vera hjá okkur hér á Akureyri. Svolítið sára þess ekki fullt uppi líka. En gaman að sjá hvað margir sjá sér fært að mæta enda málið stórt. Ég kem að málinu sem, ég var nú áttan með á því núna, ég kem í staðinn fyrir ráðherra, það nú ágætis búbót að vera þar. En við hjá Ísafirði erum náttúrulega fyrst og fremst flugvallareigendur og ég ætla að nálgast málið svolítið út frá því og ræða svona þess eins og við kannski viljum sjá þetta mál. Aðeins fyrst Isavia, þetta sívinsæla fyrirtæki sem allir elska og virða. Við hér erum þjónustufyrirtæki sem rekum alla flugvelli á Íslandi og í raunverulega erum opinbert hlutafélag. Vandamál félagsins í hnotskurn oft á tíðum þegar við erum að reka þessa flugvelli eins og hér út á landi, Akureyri og Reykjavík það að við eigum ekki eina skrúfu í þessum flugvöllum. Þannig að þetta eru raunverulega eignir sem eru ennþá hjá ríkinu og er stýrt algjörlega þaðan, bæði framkvæmdum og fleira og þetta er ákveðið vandamál. Og við erum að reyna að vinna í því núna að finna leiðir til þess að raunverulega breyta þessu rekstrarfyrirkomulagi þannig að annarkvort verði þetta flutt meira út í einhvers konar fyrirtæki sem rekur þetta eins og flugvallarekstur. Flugvallarekstur í dag að verða eitt mest vaxandi viðskiptamódel í Evrópu. Mjög mikla breytingar og gríðarleg tækifæri sem eru þar. Flugvellir í eðli sínu samgöngumiðstöð sem draga til sig fólk. Þetta er grundvallaratriði í ferðaþjónustu, þetta er grundvallaratriði í almenningssamgöngum, þetta er grundvallaratriði fyrir alla sem að flugvellunum koma. Þannig að við erum að reyna að breyta þessu þannig að menn fari nú að horfa á þetta líka svolítið þannig hér að framtíðarsýn rekstur innanlandsflugs verði almennt betri. Og þetta er kannski svona grundvallar þráðurinn í gegn sem ég er að tala við ykkur í dag. Við erum raunverulega alltaf að tala saman hlutin. Ég byrjaði hjá Flugfélagi Íslands 1999, umræðan flugvöllin, hún hefur farið 20 skref aftur á bak. Og þetta er grundvallar vandi. Við erum aldrei að taka ákvörðun. Við erum bara að ræða, það er nefnd og önnur nefnd fyrir gang og þetta er það sem verður að fara að komast eitthvað niðurst á. Og það er svona kannski það sem ég er að leggja áherslu á. Við hjá Ísafirði lítum þannig á að við erum stór þáttur í því að keyra ferðaþjónustu á Íslandi. Við lítum á okkur sem hluta ferðaþjónustu fyrirtæki. Bara þið sitja ykkur aðeins í smá stellingum með það því að fljúga til Reykjavíkur. Þið eru 30 mínútur á leiðinni núna með þessu nýju vélum. Þið eyðið meiri tíma á flugvöllu báðum megin. Þið eru eyða meiri tíma hjá Ísafirði og í þjónustu sem við veitum heldur hjá flugrekandanum. Og ef við klúrum því sem við erum að gera, það er alveg jafn mikið vont mál fyrir ykkur í ferðinni eins og það ef að flugfélagið er að standa sig illa og við tökum þetta mjög alvarlega. Við erum hluta ferðalagi og það er kannski stóra málið með völlin sem ég kem nú aðeins á eftir. Nokkur orðum flugvöllin. Hann var 70 ár núna í sumar síðan Bretar afhentu okkur flugvölli til umsjár. Fyrsta flugvöllin af Vatnsmýrinni var 1919. Það er ekki algjörlega tilviljun að það skulle vera flugvöllur þarna sko. Bara svo menn átti svona aðeins á því. Þetta er einfaldlega besta flugvöllastæði Reykjavík. Það er aðeins betra stæði til út á Álftanesi en það var byggður ykkur bestastæðar aðeins fyrir en það er betra flugvöllastæði. Þannig að það er ekki neitt tilviljun að þessi flugvöllur er það sem hann er og við skulum vera alveg klára á því að við þurfum að vera vanda okkur mjög vel ef við ætlum að færa mikið í burtu. Það er búin að vera deilur þennan flugvöll eiginlega frá því hann var byggður. Ég fann grein á skrifstofunni hjá mér ekkert í flugfélaginu frá 1947. Þetta var eins og verið orðaræðin í dag nema hann var aðeins fornari orðafar. Það var nákvæmlega verið að tala nákvæmlega sömu hlutina og það er engin niðurstaða komin. 1999 vorum við þó að tala samgöngumiðstöð í Reykjavík. Það var þó verið að tala að það þyrfti að gera eitthvað til þess að taka betur á móti gestum. Það var hægt við allt saman og þó við séum með flotta flugstöðvar í Reykjavík þá er það nú ekki beint mannsamandi. Þannig að þetta er fyrst og fremst ákvörðunarskortur og það þarf í raunverulega fyrst og fremst núna að fara að taka einhverjar ákvarðanir um framtíðina. Hvað ætlum menn að gera? Ætlum menn að fara til Keflavíkur með þetta allt saman? Ætlum að byggja nýja flugvöll eða ætlum að halda Reykjavíkurflugvelli? Hættum að tala um þetta og förum að reyna að gera eitthvað í málinu. Það er kannski það sem flugvallarrekandinn Isavia fyrst og fremst hefur áhuga á því að framtíðarsýn okkar er alveg jafn löng eins og það sem virðist vera núna með stjórnmálamenn eða þá sem með málinu koma. Hún nær nokkuð deginn fram í næstu viku og valla það. Og þetta er bara vont mál. Það er enga framkvæmdir búin að vera á Reykjavíkurflugvelli áratugum saman. Það er ekki búin að taka skipulagsákvörðun Reykjavík. Þetta er ljótasti svæði í Reykjavík, fyrst og fremst út af því að það má aldrei gera neitt þarna. Því að menn eru alltaf að bíða eftir einhverju sem sumir vita ekki eins og hvað er í dag. Og þetta er ákveðið vandamál og þetta þarf að ræða fyrst og fremst. Bara aðeins til að setja þetta í samhengi. Er þetta, ég gekk aðeins yfir hérna, er þetta mannsamandi og boðleist fyrir gesti?
þessi aðstæða Reykjavík. Bara til þessi flotta flugstöð þarna, þessi hálfmánuð þarna yfir, þetta er flugskýli sem var flutt frá Vestmannaeyjum kringum 1940 eitthvað og dregin, hún var sagað í sundurskýlið, annar helmingurinn heitir skýli 7, Öskjuhlíðarmegin og hitt er núna flugstöðin í Reykjavík. Var sett upp til bráðabirgða 1947. Þetta er náttúrulega ekki í lagi. Þannig erum við að bjóða erlendu gestum, þannig erum við að bjóða okkur sjálfum inn. Auðvitað er þetta ekki til sóma. Þetta er samt flottasta flugstöð í Reykjavík, bara svo það sé sagt. Það er alveg klárt. Hún er meira sér flottar heldur í Örnum því að sjá að það er ekki mikið skárað þar. Það hefur ekkert verið gert í þessum málum þarna áratugum saman. Áratugum saman. Og það er ekkert skárað við fyrir að horfa á tæki og tól sem þarf til þess að reka flugvöllinn. Svona lítur þetta út. Það eru 100 milljóna króna tæki standandi úti í öllum veðrum af því það hefur ekki verið byggð skemma eða nokkuð, það hefur ekki verið tekið skipulag sem neitt. Þetta er vandamál, þetta þarf að hætta, við þurfum að fara að ákveða. Það er betra til dæmis fyrir Ísafjarðarbæ að þessi ákveða völlurinn verði lokað heldur en að halda þessu áfram eins og þetta er. Þó ég ætla ekki að upplýsa hér hver mér persónulega skoðun er, þá er það samt betra að fá ákvörðun heldur en að halda þessu áfram sem er hérna í gangi. Og hvaða leiðir eru þá færar? Það er búið að ræða þessar 3 leiðir. Það er það að finna eitthvað samkomulag núverandi flugvallarstaði, gengur nú ekki alveg nógu vel. Það er að flytja alla starfsemi til Keflavíkur, ég kem aðeins að því síðar. Og það er að finna annar flugvallarstaði í Reykjavík eða í kringur Reykjavík. Og ég bara get sagt ykkur það, ef að menn ætla að byggja þær nýja flugvöll, það er náttúrulega voðalega fáir sem munu verða þetta á móti því. Ef að menn sjá pening í því að geta lagt þær pening í fullkomið flugvöll sem uppfyllir allar öryggiskröfur og gerir allt sem þarf að gera. En við erum bara ekki nærri niðurstöðu. Það er bara nákvæmlega sama tali núna var hérna kringum 99 eða kringum 1947. Þannig að þetta er svolítið þessi íslenska leið. Við tölum okkur alveg til bana án þess að komast að niðurstöðu. Það eru deilur allt. Það er alveg sama hvað er. Það vaxa tré í Öskjuhlíðinni. Það má ekki skera þau niður af því að það er verið að deila einhverjar flugbrautir í Reykjavík hvort það er lokað opnaðum. Það er verið að blanda saman samkomulagi einhver landakaup við það hvort það er flugöryggi í Reykjavík. Við sér einhver flugvöll, við þurfum að sjá til þess að öryggi vallarins sé í lagi. Tré eru vandamál ef þau standa upp í flugleiðir. Öryggisljós og lýsingar á flugvöllum eru vandamál ef þau eru ekki í lagi. Og þetta hefur ekkert fengist að laga þetta núna undanfarin ár. Þannig að þarna er mikið verk að vinna og þarf að fara að klára þessa umræðu mjög hratt. Byrjum að flytja til Keflavíkur. Fyrsta lagi, allar kannanir sem hafa verið gerðar benda til að innanlandsflugmönnum byrja minna að leggjast af. Það skal þó sagt, til að gæta allra réttlætis er það, að þessi vaxandi ferðamannastraumur hefur eflaust einhver áhrif þar á, að það er orðið meira að sækja í Keflavík erlenda ferðamanna og fleira, en það er ekki það sem við lítum á innanlandsflug á Íslandi meira og meira. Þetta er almenningssamgöngukerfið okkar og það að fara með það til Keflavíkur, kannanir sýna það að Íslendingar almennt munum nota það mikið minna. Það þýðir það að rekstur allra annarra flugvalla verður í hættu líka. Ef að flug til Akureyrar er dregst saman 30–40% eins og kannanir sína, þá verður ekkert rosalega einfalt verk að reka Akureyrarflugvöll vel. Bara eins og það sé sagt, þetta hangir allt saman. Þjóðfélagsleg áhrif á innanlandsflugi eru gríðarlega jákvæð. Þetta er okkar lestarkerfi, þetta er okkar kerfi sem við fljúum ef við ætlum ekki að keyra. Við getum hugsanlega gengið, stundum á skíðum. Þetta eru leiðir sem við höfum. Við höfum ekkert mikið aðra leiðir, þannig að við verðum bara einfaldlega að horfast í augu við það. Reykjavíkurflugvöllur er gríðarlega mikilvægur varaflugvöllur. Menn skaut á framhjá þessu. Það liggur fyrir frá flugfélögum að ef Reykjavíkurflugvöllur myndi hverfa og Keflavíkurflugvöllur er einn eftir, það myndi kosta flugfélögin vel yfir 100 milljónir króna á ári. Fara í aukin eldsneytiskostnað og bera eldsneyti með sér inn. Og þetta er gríðarlega fjárhæðar. En stærsta málið, sem ég finnst vera aðalmálið í þessu, er það, teljum við raunverulega, Íslendingar, að við höfum efn á því að við erum með 1 flugvöll á suðvesturhorni landsins. Er það bara nóg eða hvað? Og það er svo hugsalega með einhverja lesti sem enginn veit nákvæmlega hvernig það er að ganga. Ég ætla ekki að fara inn í það, en er það nóg fyrir okkur að vera með 1 flugvöll? Svarið við því er bara einfaldlega nei. Þetta er stórhættulegt mál. Flugvöllir geta lokast til lengri eða skemmri tíma. Og það er alveg sama hvert við horfum. Þarna er Stokkhólmur öðrum megin, 4 flugvöllir í kringum völlin, eða kringum borgina. Brommeflugvöllur er búin að vera í svipaðri umræðu eins og Reykjavíkurflugvöllur undanfarin ár. Þeir eru löngu hættir að tala. Völlurinn er þarna og verður þarna. Mjög vaxandi völlur. Oslo, 3 flugvöllir rétt í kringum Oslo. Kaupmannahöfn, það eru örfáir kílómetrar yfir á Malmöflugvöll.
Það enginn að gera svona, eins og við erum að tala að það sé 400-500 km í næsta flugvöll og eins og við teljum það bara eðlilega niðurstöð. London, þetta bara forsetu vaxtar í London eru flugvellir. Þeir eru nýbúin að samþykkja stækkun á Heathrow og þetta hraðast vaxandi flugvöllur í London London City. Hann ekki beint fyrir utan borgina, eins og við sjáum. Svona aðeins kemur nálægt miðborginni. Þannig að þetta virðist ekki vera nema á Íslandi tal sem eðlilega niðurstöð. Þannig að ég held að við hljótum að þurfa með að staldra aðeins við. Það rétt að öryggislega séð að við getum verið með einn flugvöll á suðvesturhorninu? Byggja bara nýja flugvöll. Ég bara segja aftur, við sem í Íshafi myndum ekkert vera neitt á móti því að maður kemur með glænýjan flugvöll með öllum tækjum og tólum og skýlum og flugstöðum og hefði þetta á fínu stað. Þannig að ef að Röflunendi eða Hvassahraun góðu staður, þá bara fínt. En förum þá að taka ákvörðun. Hættum þessu tali fram og aftur. Því að meðan ekki tekin ákvörðun, þá ekkert að gerast í Reykjavík, ekki nokkuð skapaður hlutur. Og það verður bara einfaldlega þannig þar að það drabbast bara áfram niður og það bara verður að fara að stoppa. Núverandi flugvöllur bara í gíslingu. Það raunverulega, hann hangir einhvern veginn á milli í einhverju vakjumi án þess að einhver niðurstaða komi. Umræður kostnaðmennar flugvöll, það liggur ég held í Rögnuskýrslunni hafi verið talað 27 milljarðar. Mér algjörlega fyrirmunað að skilja hvernig sú tala tilkomin. Við álítum að það svona nýr flugvöllur með öllum öryggiskröfum og öllum umhverfiskröfum og fleira myndi ekki kosta minna en 50 til 100 milljarða. Ef að menn eiga slíka peninga þá það bara fínt, en þá skulum við líka fara þangað og setja bara tíma á það. Ríkið virðist ekki að gera það, kannski ætlar borgin að gera það, kannski kemur dagur eftir og segist að byggja bara flugvöll og afhenda okkur og það bara fínt. Þá það bara gott. En þannig að hlutar reyndar að þessum 50 til 100 auðvitað framkvæmdir sem þarf að gera í Reykjavík. Það þarf að byggja þar auðvitað samgöngumiðstöð og ýmislegt fleira. Náum við sáttu núverandi flugvöll? Já, þetta helsta samgöngumiðstöð okkar. Stóra vandamálið með innanlandsflug virðist vera að það ekki sátt að þetta sé almenningssamgöngukerfi. Það líti allir einhvern veginn á þetta sem bara flug og þetta bara dýrt og þetta bara einhvern veginn öðruvísi, menn borga milljarðin í strætó eða hvað það eða ferjur, en flug einhvern veginn hangir alltaf aðeins út á hliðinni. Við þurfum einhvern veginn að ná sátt það. Það hægt að minnka verulega landi í kringum Reykjavíkurflugvöll. Ég hef löngu sagt það að fullri virðingu umræður öryggisbraut eða sjúkrabrautir. Það verður aldrei sátt nema í mestalagi 2 flugbrautir í Reykjavík. Við verðum bara að finna aðra leið fyrir annað. Við verðum líka að finna aðra leið fyrir einhver kennsluflug og við skulum alveg aftur okkur á því að ef við ætlum ekki að finna það, þá verðum við í vandræðum. Flugfélögin eru svo gríðarlega hratt vaxandi í dag og það ekkert sem bendir til annars heldur en þau halda áfram að vaxa og okkur vantar við verðum að mennta flugmenn og flugfólk almennt. Við erum að verða nú þegar einn stærsta flugþjóð í Evrópu og misgötum með höfuðtölu og við verðum að hugsa vel þetta. En það þarf að finna lausnirnar á þessu. Og það verður að finnast einhver sátt þessa niðurstöðu, hver sem hún verður, og í raunverulega það sem mitt innlegg hér í dag fyrst og fremst það, hættum svolítið að tala þetta og förum að gera eitthvað. Samgöngumannvirki taka bara pláss. Ég veit ekki hvað að sjá þetta. Þetta lestarstöðin í Kaupmannahöfn, hérna á vinstra megin. Ef þið taki plássin sem að lestarteinarnir taka inn og út úr stöðinni, þá það ekki meira heldur plássins Reykjavíkurflugvöllur þarf að taka í Reykjavík ef hann skipulagður svo hjá fólki. Ég hef ekki heyrt eina umræðu í Kaupmannahöfn það að það að fara að selja landið þar, því ég get með góða rökum fullvist að einhvern það að landið við hliðina á Tívolí gæti nú verið verðmikið við land. En það stendur núna brautastöð og þessu umræða bara ekki þarna í gangi því að þetta mikilvægt samgöngukerfi fyrir all landið. Og við verðum einhvern veginn að ná sáttum það að Reykjavíkurflugvöllur og þá eða annar flugvöllur fái það sess að verða það í framtíðinu fyrir okkur. Við erum að sjá fjölgun aftur í farþegum. Þetta fullt af fólki sem notar þetta. Þetta eru fleiri 100.000 farþegar á ári. Þetta reyndar ekki hausatala, við teljum þetta bara, þetta hljómar betra með 600.000 heldur en 300.000, teljum það tvisvar, en svoleiðis það bara. En þeim farþegum að fjölga aftur. Þetta mikið notað samgöngukerfi og við megum ekki líta fram hjá því að þetta mjög mikilvægt fyrir mjög marga og sérstaklega þá sem að búa ekki í 100 Reykjavík. Þannig að niðurstaða, komast að niðurstöðu. Hættum þessu tali og förum að finna einhverja leið í þessu. Ef menn ætla að byggja nýjan flugvöll, fínt, förum þá bara í það að fjármagna og gera þetta. Það búið að vera með þetta mál allt og lengi í gíslingum, áratugur saman. Það hefur ekkert gerst á Reykjavíkurflugvelli síðan 1900 og ég veit ekki hvað, 40 eitthvað.
Þannig að við þurfum að fá sátt að flugsamgöngur séu hluti af almenningssamgöngukerfi. Við verðum bara að fá þá sátt, þannig að menn hætta að tala um þetta eins og þetta sé eitthvað bara fyrir götuborgandi. Hætta þessi gíslatöku. Vaxandi fjöldi ferðamanna líka hluti af þessum pakka. Við verðum að horfa vonandi í framtíðina á það að við erum að taka fleiri ferðamenn út á land og þá kannski betra að vera með smá betri aðstöðu heldur en við erum með í dag. En niðurstaða mín bara einfaldlega þessi. Hættu nú að deila þetta mál og förum að taka niðurstöðu og gera eitthvað í málinu. Takk fyrir mig. Já, kæra þakki fyrir þetta upplýsandi innlegg hérna. Næstan býð ég velkomin í pontu Dag B. Eggertsson, borgarstjóra Reykjavíkur. Gjörðu svo vel. Hvernig stjórna þessu? Já, flott. Ágætu fundamenn, bæjarstjóri og aðri góði gestir. Ég vil nú þakka bæjarstjórninni eða bæjarráði fyrir það frumkvæði að halda þennan fund. Það er rétt sem að Eiríkur nefndi að þegar að þessi mál voru mikið í deiglunni fyrir nokkrum árum að þá stakki upp á því að halda opna fundi á Akureyri, Ísafirði og Egilsstöðum og það leist nú ýmsum bara nokkuð vel á það en það var síðan slegið af eftir samráð bæjanna. En gott og vel, ég held að samtal sé að gagni í þessu og það er alveg rétt hjá Jóni Karli að það hefur verið deilt um þetta gríðarlega lengi og ég get bara tekið undir það að kannski mála linni og við förum að reyna að finna út úr þessu í sameiningu og þá er samtal auðvitað til alls fyrst. Í Reykjavík hefur verið fjallað um þetta og deilt um þetta lengur en aftur til síðustu aldamóta, nákvæmlega eins og hér var rakið og án þess að ég ætla að leggjast í mikla sagnfræði að þá var þetta reyndar ekki fyrsti kosturinn þegar Gústaf Pálsson tók saman greinargerð flugvöll í Reykjavík 1939. Þá náði athugunin til 6 staða og Kringlumýrin, þar sem Kringlan var álitlegust, en þar voru hins vegar matjurtargarðar heimilanna í Reykjavík, þannig að menn bara treystu sig ekki þann slag. Það sem er athyglisvert þegar maður fer hins vegar í gegnum þessa sögu, eins og ég hef gert nokkur sinnum í gegnum þetta mál, að þetta er búið að vera mjög fyrirferðarmikið mjög lengi líka síðasta áratuginn, er að þetta var strax umdeilt, ekki bara í umræðu fólks á milli, heldur bókaði húsameistari ríkisins alveg sérstaka bókun gegn staðsetningunni vegna þess að hann vildi ekki hafa völl innan takmarka bæjarins. Þetta er áður en völlurinn gerður. Svo þegar Bretar fara í það að gera Vatnsmýravöllinn í seinni heimsstyrjöld, þá mótmælir Bjarni Benediktsson, borgarstjóri, því harðlega með sérstöku bréfi og það er leitun að þeim borgarstjórum sem hafa verið í því hlutverki alla tíð síðan að þeir hafi ekki haft efasemdir staðsetningunni eða verið beinlínis á móti henni. Þannig að þetta er hluti af sögunni. Mogginn var lengi mjög krítiskur á þetta mál og sagði í leiðara að Reykjavík er borg í hröðum vexti ef ekki kemur eitthvað sérstakt fyrir sem dregur úr vexti borgarinnar mun ekki líða mörg ár þar til samfelld bygging er orðin alla leið suður að Skerjafirði bæði fyrir austan og vestan íþróttasvæðið og flugvöllinn, þá verður völlurinn kominn inn í borgina. Þetta er 30. maí 1940. Mogginn er að skrifa aðeins öðruvísi í dag, ég viðurkenni það, en hann er heldur ekki eins mikið lesinn. En það voru sjálfstæðismenn í borgarstjórn sem höfðu frumkvæðið í því að ræða flutning á flugvöllunum eiginlega lengst og framan af. Einn af þeirra helstu forystumönnum í skipulagsmálum, Guðmundur H. Guðmundsson, lagði fram tillögu 1957, reyndar í félagi við sósíalista í borgarstjórn,
sem að gekk út á það að staðsetning Reykjavíkurflugvallar miðsvæðis í bænum sé bæjarfélaginu mjög óhagkvæm og því óviðunandi til frambúðar. Þessi sagnfræðilega upprifjun alls ekki kjarni málsins í því verkefni eða umræðum sem við stöndum frammi fyrir, en þetta hins vegar bara til þess að undirstrika að mér finnst hafa spillt fyrir málinu undanfarin fáein ár og misseri tilraunir til þess að gera það flokkspólitískt og draga fólki dilka eins og að sé ekki þarna einhverjir grundvallar almannahagsmunir sem hægt að ræða skipulega út frá einhverju heildarsýn bæði á þróun borgarinnar og þróun byggðar í landinu. Þessi umræða hefur verið tekið skipulega býsna oft og það alveg rétt hjá Jóni Karli að hún hefur ákveðna tilhneigingu til þess að endurtaka sig. Hérna til dæmis umfjöllun sem að kallast mjög á við rögnunefndarstarfi þó hún hafi verið gerð hálfri öld áður. Það verið að skoða svolítið sömu flugvallarstæðin í þessum fyrri skýrslum en síðan minnkaði umræðan verulega allangt skeið þar til að hún komst í ákveðin brennipunkt þegar að 3 Kanadamenn létust í flugslysi þar sem nú bensínstöðin við Hringbrautina við flugbrautarenda norðaustur-suðvesturbrautarinnar. Í kjölfar þess setti þáverandi samgönguráðherra sem var Steingrímur J. Sigfússon af stað nefnd sem í voru lykilfólk úr flugmálastjórn og rekstrarstjóri Reykjavíkurflugvallar sem gerði tillögur að því hvernig væri hægt að draga úr áhættu nálægrar byggðar vegna veru vallarins á þessum stað. Þeirri skýrslu var skilað 1990 og þar var undirstrikað að æfingakennslu og einkaflugið þyrfti að fá annan stað utan borgarinnar. Það gengi ekki að vera með allar þessar æfingalendingar eða snertilendingar eins og það kallað inn í miðri borg vegna þess að þetta var þá og enn stór hluti af flughreyfingum inn í miðri borginni. Það var líka lagt til að norðaustur-suðvesturbrautin, 3. flugbrautin, yrði lögð af vegna þess að aðflugið inn á hana yfir þéttustu byggðin á Landspítalann. Þetta var ein af tillögum þessarar nefndar og síðan að ferjufluginu og millilandaflugi einkavéla væri beint inn á Keflavíkurflugvöll. Ég rifi þetta upp núna vegna þess að þetta hluti af samhenginu sem að Eiríkur tók upp hérna af hverju verið að loka 3. brautinni. Þarna upphafið. Þetta var síðan eiginlega stóra útspil flugmála og samgönguyfirvalda í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar framtíð flugvallarins. Þeir lögðu til að það yrði náð sátt það að það yrði 2 brauta völlur í Vatnsmýrinni og þetta frétt úr Morgunblaðinu frá mars 2001 þegar Sturla Böðvarsson var samgönguráðherra og þetta myndin sem að þeir fengu breska sérfræðinga til þess að í skipulagi flugvalla til þess að búa til þess að sýna fram á að það væri hægt að byggja mjög mikið á Hlíðarenda og mjög mikið í Skerjafirði og þróa byggð umhverfis flugvöllin þó hann fengi að vera áfram á 2 brautum. Á þessum blaðamannafundi var líka Þorgeir Pálsson flugmálastjóri og lykilfólk úr íslensku flugi og Friðrik Pálsson sem þá var talsmaður hollvina flugvallarins sem var stóri hópurinn sem barðist fyrir því að völlurinn yrði áfram í Vatnsmýri og skömmu fyrir kosningarnar að þá þetta viðtal við DVF, það fullt af fréttum að þessu frá þessum tíma, þar sem hann undirstrikar að borgin geti þróast á Hlíðarendasvæðinu og Skerjafirði og allt í kringum völlinn þó að hann fá að vera áfram á 2 brautum. Svipað leyti að þá var verið að semja
milli ríkis og borgar vegna byggingar nýs Landspítala. Og að því að hér var spurt hvernig blandast Valsmenn og Valur eiginlega inn í þetta. Jú, þess var farið á leit við Val að þeir myndu láta hluta erfðafestulandi sem var í eigu félagsins og það hafði keypt á 3. áratugnum undir hluta Landspítala uppbyggingarinnar. Þeir féllust á það og voru reyna til í að þróa landið fyrir íbúabyggð í staðinn, en allt aðgjaldið af uppbyggingunni skildi renna til uppbyggingar íþróttastarfsemi. Valur féllst á að láta land, fekk að byggja upp og ætlaði að setja gróðan í uppbyggingu íþróttastarfsemi. Þetta var grunnurinn að því samkomulagi 2001. Það er svo langt síðan að það var samið það við Valsmenn að þeir fengi að byggja þarna. 2005 eru ný tímamót í málinu því það gerðist ekki mjög mikið í því að 3. brautin færi fyrir en það var skrifað undir samkomulag samgöngumiðstöð, nýja samgöngumiðstöð við flugvöllinn 2005. Þá komu 2 staðsetningar til greina, annars vegar Kostur sem var á 3. brauti og hins vegar í kjallaranum á Hótel Loftleiðum sem þá hét. Hótel Loftleiðir var hins vegar hvorki eigu ríkis né borgar, þannig að það var ákveðið að taka norðurkostinn og loka brautinni. Í samkomuleginu sem Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Sturla Böðvarsson skrifuðu undir 2005 í febrúar var kveðið á það að 3. brautinni skuldi lokað fyrir árslok. Fyrir árslok 2005 og samgönguráðherra ber ábyrgð á því að hafa samráð það mál og skoða opnun brautar í Keflavík í staðinn. Þegar var loks búið að ákveða norðurkostinn endanlega 2009 var aftur samið að loka 3. brautinni, en nú á milli Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og Kristjáns Möller. Aftur var talað það að hugsanlega þyrfti að opna braut í Keflavík. – 2013 vorið var aftur samið lokun sömu brautar, nú í tengslum við það að falla frá hugmyndunum samgöngumiðstöð á brautinni en í staðinn leyfa endurbyggingu á flugstöðinni þar sem hún er núna. Þessu fögnuðu allir flugrekstraraðilar, þar á meðal Flugfélag Íslands og Ernir, sem voru viðstödd þegar Jón Gnarr og Ögmundur Jónasson undirrituðu samkomulagið sem Hæstaréttur hefur sagt að hafi fullt gildi eins og samkomulagið sem var undirritað í október 2013 og þessi myndi nú svolítið eins og síðasta kvöldmáltíðin af einhverjum ástæðum, en ég hef svolítið gaman af henni. En það var Hanna Birna aftur sem að undirritaði þetta, sem var auðvitað að horfa til framtíðar, framtíð innanlandsflugs, stofnun Rögnunefndarinnar, og borgin gerði breytingar á aðalskipulagi sínu sem hafi verið mikið gagnrýnt og meðal annars safnað 70.000 undirskriftum gegn og það var lengt í tíma norðaustur suðvesturbrautarinnar fyrir vikið en gegn því að verði staðið við gömlu samningana. Vegna hvers? Vegna þess að það var að byggja upp skaðabótaskylda gagnvart aðilunum sem hafði í góðri trú verið að undirbúa sín mál alveg frá 2001 við Hlíðarenda. Forsætisráðherra var þarna viðstaddur, hann skrifaði undir Rögnunefndarhlutann en ekki hinn hlutann sem fjallaði að efna gamla samninga, en Hæstiréttur, og ég undirstrika það, hefur dæmt þessa samninga alveg jafngilda, Ögmundarsamkomulagið og Hönnubirnusamkomulagið. Borgin var í hina röndina samningsbundin Valsmönnum og Val varðandi Hlíðarenda og hafði verið í meira en áratug. 3. brautin hafði verið tekin reyndar út af aðalskipulagi í tengslu við samgöngumiðstöðvarmálið í sérstakri breytingu sem var gerð 2007 í tíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í borgarstjórn. Þá var Sigmundur Davíð varaformaður skipulagsráðs. Það hefur verið þverpolitískt samkomulag í borgarstjórn eiginlega alveg fram á núna bara síðustu mánuði að virða alla þessa samninga að sjálfsögðu.
sama hver hefði verið í stóli borgarstjóra núna, hefði að sjálfsögðu þurft að gangast eftir því að ríki virti þessa samninga. Það hefði engin borgarstjóri geta setið og búið við það að úr borgarsjóði rynnu margir milljarðar króna í bætur vegna þess að ríkið myndi ekki standa við marggerða samninga. Ég held að það hljóti allt sanngjarnt fólk að sjá. Og þó það sé ekki mitt hlutverk að verja Hönnu Birnu Kristjánsdóttur eða nokkurn annan hinum megin borðs í þessu máli, þá verð ég að viðurkenna að mér finnst margir, þar á meðal félagar hennar, hafa hengt hana út í málinu og í raun komið á bakið á henni vegna þess að hverju var hún að framfylgja. Ekki bara eldri samningum, heldur skýrum landsfundarsamþykktum Sjálfstæðisflokksins. Það hafði nefnilega verið stefna Sjálfstæðisflokksins frá landsfundi 2011 að það væri grundvallaratriði að halda í Vatnsmýravöllin sem hvað? Sem tveggjabrautarvöll. Og höfundur þeirrar tillögu var hinn aðaltalsmaður hjartans í Vatnsmýrinni, Njáll Friðbert Traustason, sem skrifaði það sérstaka grein í Vikudag 2011, að hann hefði lagt þetta til. Mikið meira en nóg þriðjubrautina. Mikið meira en nóg. Hæstiréttur búinn að dæma í málinu og hvað sagði Hæstiréttur? Að það væri engin áhættu, nothæfis eða öryggissjónarmið sem gilti fyrir lokun þessara brautar. Þess vegna standi engin öryggissjónarmið í vegi fyrir því að gefin verði út tilkynning lokun brautarinnar. Hún væri oft á tíðum ekki mokuð á veturna og notuð á sumrin sem stæði fyrir einkaflugvélar. Í hvað er verið að vitna? Það er verið að vitna í vitnisburð yfirmanns í flugturninum á Reykjavíkurflugvelli til 12 ára. Og síðast en ekki síst byggir Hæstiréttur á því að það hafi engin ný gögn komið fram eftir að allir þessi samningar eru gerðir sem breyti þeirri niðurstöðu sem lágu samningunum til grundvallar. Það voru lögð fyrir dóminn athugasemdir við niðurstöður, ítarlega niðurstöður og kannanir sem meðal annars verkfræðistofan Efla, sem reynt hefur verið að höggva í trúverðugleikann á og lögð voru fyrir dóminn. Öryggisnefnd atvinnuflugmanna gerði athugasemdir við það. Þær athugasemdir voru lagðar fyrir dóminn ásamt athugasemdum Eflu. Hæstiréttur fór yfir gögnin og ýtti þeim athugasemdum til hliðar og fellir mjög skýran dóm. Mjög skýran dóm. Og hér er reyndar myndin sem að mogginn birtir alltaf að þessari braut. Og þarna sést einmitt skýrt að hún er bara hálfu leyti mokkuð. Auðvitað er ekki mikið verk að klára það, en mér finnst þetta þriðjubrautamál eiginlega til marks þá ógæfu sem hér hefur verið lýst í málinu, að það leitar alltaf ofan í skotgrafirnar og við finnum okkur alltaf eitthvað til að rífast líka það sem er margbúið að semja og fara vel ofan í, og mér finnst vera mál að linni varðandi þriðjubrautina. Það er mál að linni. Þriðjabrautin er nefnilega fyrir hendi í Keflavík og hefur verið áratugum saman. Henni var lokað 1990 frekar en 1996, en það kostar bara 240 milljónir að opna hann aftur. Þetta hefur verið vitað lengi og það er lítið verk að opna hann aftur. Ríki fekk meira að segja 440 milljónir sem fyrstu greiðslu fyrir Skerjafjarðarlandið. Ef að flugmálayfirvöld og innanríkisráðuneytið telja öryggissjónarmiðin sem legið hafi þessum ákvörðunum til grundvallar, þá er lítið verk að opna þessa braut. Og ég frábið mér það að það sé ítrekað verið að láta að því liggja að við borgaryfirvöld sé að sakast í þessu, eða borgaryfirvöld beri eitthvað illan hug eða taki ekki ábyrga afstöðu til öryggissjónarmiða í flugmálum eða varðandi Vatnsmýravöllin þegar þriðjubrautamálið er annars vegar. Ég bara frábið mér það. Það er ekkert mál að opna þessa braut
og það hefur verið leikinn sá pólitíski leikur að gera þriðjubrautarmálið og þar með sjúkraflugið að einhverjum í raun áfellisdómi yfir hug borgaryfirvalda og þó væntanlega allra þessara samgönguráðherra, allra þessara talsmanna hjartans í Vatnsmýri í gegnum árin, gagnvart sjúkraflugi á landsbyggðinni. En hvað snýst þá málið? Það snýst mjög margt. Þetta fyrsta glæran á fundinum sem ég átti hér með atvinnuþróunarfélagi Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðisins 2013 þegar ég var beðinn að tala aðalskipulagið og útskýra okkar sjónarmið. Þetta Miklubrautin það bil á hverju morgni, þetta tekið klukkan 8 af lögreglunni í Reykjavík í september 2013. Við búum í austurhluta borgarinnar og vinnum í vesturhlutanum. Þess vegna enginn að fara í hina áttina en allir niður úr. Ef einhver vill skilja hvað borgaryfirvöld að hugsa í aðalskipulaginu, þá þarf fyrst og fremst bara að skilja þessa mynd. Við viljum að fólk geti búið nær vinnustofnum sínum og að atvinnutækifærin séu nær svæðunum sem þau búa, þannig að umferðin sé ekki svona hæg í aðra áttina á morgnana og hina áttina síðdegis. Með því að þétta byggð þá styttum við vegalengdir og náum betra jafnvægi í umferðarkerfinu. Mér langar til að leggja til að við reynum að sameinast markmið sem öflug og sjálfbær þróun Reykjavíkur með áherslu á vaxtargreinar sem nýta samfélaginu öllu og lífsgæði næstu kynslóðar, gott aðgengi allra landsmanna að stjórnsýslu, verslun og þjónustu og samfelldri og öruggri heilbrigðisþjónustu land allt. Hvaðan við erum að koma í þessu? Hvað til ráða? Við settum ekki á einhvern kjaftafund og reyndum að ræða okkur bara í gegnum það. Við áætluðum fram í tíman líklega íbúafjölgun, líklega þörf á störfum, þörf á íbúðum. Það þarf 14.500 íbúður að minnstakosti í Reykjavík til 2030. Síðan stilltum við upp nokkrum kostum hvernig byggð í Reykjavík gæti þróast til langs tíma, í þessu tilviki til 2030, og lögðum mat á hvaða áhrif þetta myndi hafa á alls konar þætti, á mengun, á loftslag, á græn svæði, á umferð, á það hvað það kostar að búa í Reykjavík, vegna þess að kostnaður bæði húsnæðiskostnaður og samgöngukostnaður. Og síðan var stillt upp valkostum. Þið sjáuð ekkert á þessari mynd annað en það að þetta blaðið og þetta allt opinber gögn. Þið getið lesið þetta allt saman á aðalskipulag.is. Þetta bara dregið saman kostur og gallar við hverja sviðsmyndun sig. Eftir því sem við skoðum þetta betur og betur varð allur hópurinn róttækar og róttækar í að þétta byggðinni. Ekki bara vegna þess að ungt fólk að kalla eftir því að vilja búa í borg og svo framvegis og gamalt fólk reyndar líka sem að kaupa íbúðir nærri miðbænum. Heldur vegna þess að þetta líka fyrir þá sem leiðist að hanga í umferðinni. Ef við gerum þetta ekki þá eykst tafatíminn í umferðinni, reyndar verulega. Og þess vegna skilgreindum við forgangssvæði hvar við ætluðum að byggja upp Reykjavík. Það bara í Vatnsmýrinni? Nei, sannarlega ekki, en Vatnsmýrin eitt af 3 lykilsvæðum í þróun Reykjavíkur til 2030 í aðalskipulaginu. Fyrsta við höfnina og í miðborginni, annað inn við Elliðavoga, það reyndar einna stærst, og síðan þriðja í Vatnsmýrinni. En það fjöldamargir aðrir reitir eins og við væntanlega heyrt í fréttum, þegar við erum að reyna að þétta byggð alls staðar þar sem hægt
En hér höfnin, hér Elliðavogur og hér Vatnsmýrin. Auðvitað verður þetta svo byggt í áföngum. Og það sem við gerðum í tengslum við röfnunarnefndarsamkomulagið var að við breyttum áfangaskiptingunni. Og við erum tilbúin að gera það aftur til að greiða fyrir því að við höfum tíma til þess að finna stæði fyrir nýjan völl, ef það er þá alvöru vilji til þess að fara í það verkefni með okkur. Og síðan erum við auðvitað með heilmikla strategíu framtíðarstörfin, klasana, samstarfi við háskólana, þekkingariðnaðinn, ferðaþjónustun og skapandi greinar, hafnarstarfsemina, iðnaðinn, allt þetta er hluti af aðalskipulaginu. En hvað finnst sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu? Þar þarf að koma fyrir 70.000 manns til 2040. Ekki bara þeim sem eiga verið í Reykjavík. Þetta var nefnilega líka skoðað fyrir höfuðborgarsvæði í heild sinni með öllum bæjarfélögunum og eins og þið vitið þá eru nú sjálfstæðismenn eiginlega þar allstaðar í forystu. Aftur var notuð þessi aðferðafræði að sækja ekki bara skoðanar í kviðinn eða hjartað, heldur vinna þetta skipulega og reikna þetta út. Og það var hægt að vaxa út á við. Það var hægt að vaxa inn á við og það var hægt að fara einhverja blandaða leið. Og blandaða leiðin var niðurstaðan. En þessi greining leiddi ekkert síður en okkar til þess að ef við þéttum ekki byggð á höfuðborgarsvæðinu, að þá eykst tafatíminn í umferðinni, ekki lítið, nei, 252%. Þess vegna höfum við náð þessari samstöðu það að fara að efla almenningssamgöngur á stórum skala á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna viljum við borgarlínu, vegna þess að þetta er ekki bara Miklubrauta vandamál. Svona er staðan hjá nágrönnum okkar í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði á hverju morgni. Nákvæmlega eins. Auðar götur í suður, fullar götur í norður. Og þess vegna þarf að byggja og þétta alla borg og allt höfuðborgarsvæðið. Og hér eru fyrstu drögin af borgarlínunni sem er hágæða almenningssamgöngukerfi til þess að mæta þessu á ódýrari hátt, heldur en ef við myndum reyna að byggja mislæg gatnamót og það sem meira er, mislægu gatnamóti myndi ekki virka til þess að gagnast umferðinni. Þróun innanlandsflugs. Það er ánægjulegt að sjá að það er aðeins að aukast. En trendið leynir sér þó ekki þegar við horfum á þessi síðustu ár. Þegar við horfum á fjárfestingaþörfin í innanlandsvallakerfinu, þetta eru aðeins gamlar tölur, en ég held að það hafi ekki breyst í meginatriðum. Rekstrar- og fjárfestingakostnaðurinn til næstu ára, eins og hann var reiknaður kringum 2011, er 35 milljarðar. Okkur finnst opinberu gjöldin í innanlandsfluginu dýr, en þau duga samt bara fyrir 25% af þessum kostnaði. Ef það ætti að leggja þau á þannig að kerfið myndi standa undir sér, þá þyrfti að hækka þau margfalt, yfir 5.000 krónur á ferð. Þannig að innanlandsflugi sjálft er á miklum tímamótum. Það þarf að ræða það alveg í kjölinn. Sjúkraflugið er í miklum vexti og hefur vaxið enn á þessu ári frá þessum tölum sem eru úr skýrslu Ríkisendurskoðunar. En þar held ég líka að megi gera betur. Þetta er mynd sem var notuð til þess að ákveða það að miðstöð sjúkraflugs ætti að vera á Akureyri. Það var örugglega vandasöm og erfið ákvörðun, en ég held hún hafi verið rétt. Ég held að hafi þurft að safna þessu á eitt stað með þeirri þekkingu sem að það útheimti, en það þýddi að það var ekki lengur föst vél á Ísafirði, í Vestmannaeyjum og jafnvel á Höfn til þess að grípa strax til, heldur þarf að byrja á því að fljúga vélinni frá Akureyri til þessara staða áður en byrjað er að flytja sjúklingin. Það eru til mjög fínar úttektir Ríkisendurskoðunar sem að draga fram að bæði viðbragðstíminn og heildarflutningstíminn í sjúkrafluginu er allnokkur.
og hefur í ákveðnum tilvikum lengst. Og þess vegna vil ég halda því fram að við eigum að huga að því að efla og bæta sjúkraflugið og gera þar hugsanlega breytingar eins og legið hafa fyrir tillögur í bráðum 10 ár. Í bráðum 10 ár hafa legið fram mjög skýrar tillögur frá fagfólki í þessu hvernig er hægt að efla sjúkraflug og þá er þetta stytta þá viðbragðstíma sem hér eru. Þetta er það sem Ríkisendurskoðun skoðað sérstaklega, Vestfirði og Vestmannaeyjar og þar er megin forgangsflutninga meir en 2 klukkutímar. Meir en 2 klukkutímar. Það er svo margt sem við þurfum að ræða varðandi sjúkraflugið annað en 3. brautin í Reykjavík. Meðal annars menntun þeirra sem eru á vettvangi, sem var atriði númer 1 í tillögunum frá 2008. Viðbragðstíman sem meðal annars hangir á því hvort það sé bundin staðarvakt hjá þeim sem er á vaktinni í þyrlunni eða í sjúkrafluginu almennt. Og hvar þyrlur og sjúkravélar eru staðsettar. Í tillögum 2008 var bent á marga þætti. Í tillögum 2012 var lagt til að það yrðu þyrlur staðsettar á 2 stöðum á Íslandi. Annars vegar í Reykjavík eins og nú og hins vegar á Akureyri. En það væri jafnframt sjúkravélar, ekki bara á Akureyri, heldur önnur í Reykjavík. Og þetta var stutt að mínu mati með mjög gildum rökum. Ég hef varla heyrt þessar tillögur ræddar. Þær kosta peninga, en þær hafa miklu meiri áhrif á mínútur, viðbragð og öryggi í heilbrigðisþjónustu og sjúkraflutningum heldur en nákvæmlega hvar vélin lendir þegar hún kemur með sjúklinga til Reykjavíkur. Ef það finnst ásættanlegt flugvallastæði á höfuðborgarsvæðinu. Ég get nefnilega tekið undir það að Keflavíkurflugvöllur er býsna langt í burtu bæði fyrir innanlandsflugið og fyrir sjúkraflugið. Þannig að ég hef talað fyrir því að það verði fundin önnur lausn í langan tíma. Það liggur meira að segja fyrir hvað það þýðir ef það yrði sett upp þyrluþjónusta á Akureyri í mannafla. Það þyrfti það bil 15 stöðugildi í það. Ég held að hér sé líka verkefni fyrir bæjarstjórn Akureyrar að leggjast yfir. Og af þessari stuttu yfirferð, þó ég veit hún sé orðin löng, að þá vona ég að þið hafi fengið innsýn í það að það líka ótal mörg gögn fyrir innanlandsflug og sjúkraflug, en líka þróun Reykjavíkur, en síðast en ekki síst flugvallarstæði. Rögnunefndin skilaði af sér gríðarlega umfangsmiklum skýrslum og miklum gögnum allt frá eldvirkni, umhverfismati og staðsetningum auk flugtæknilegra upplýsinga sem lúta að Bessastaðanesi, Hólmsheiði, Lönguskerjum, Vatnsmýri í breyttri mynd því að það hafa verið skoðaðar 50 mismunandi útfærslur á Reykjavíkurflugvelli ef það gæti orðið til þess að ná betri sáttum Reykjavíkurflugvall og síðan hagrænum úttektum á mismunandi valkostum. Og það eru milljarðatugir sem tala fyrir því að flytja völlinn, sem er hagræn ábati samfélagsins af slíkum lausnum. Hvassahraunið kom best út. Hvassahraunið er 30 km frá Keflavík en aðeins spölkort frá höfuðborgarsvæðinu. Ég er sannfærður að það er hægt að vinna með þessa lausn út frá millilandaflugi, út frá innanlandsflugi og sjúkraflugi. En látum nú millilandaflugið vera í bili. Rögnunefndin lagði til
að flugvallaskilyrðin í Hvassahrauni yrðu fullkönnuð vegna þess að þar voru fyrir 50 árum uppi áhyggjur af ókyrrð og að það yrði stofnað sameiginlegt undirbúningsfélag til þess að koma krafti í þetta mál. En Rögnunefndin lagði líka til að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar yrði tryggð á meðan þessi vinna yrði unnin. Ég tók undir það þá og ég ítreka það nú að ég er tilbúin að beita mér fyrir því og leggja til og tryggja þetta rekstraröryggi ef það er full alvara í að fara í þennan kost. En núna hefur Icelandair tekið ákveðið frumkvæði. Það hefur hætt að bíða eftir ríki og borg. Borgin hefur verið að vísu fyrir margt löngu skrifa bréf til innanríkisráðuneytisins og boðist til þess að taka upp viðræður á þessum grunni. En Icelandair er að kanna möguleika á flugvelli í Hvassahrauni með því að fljúga þarna yfir í vondum veðrum, sem var nauðsynlegt að gera með við niðurstöðu Rögnunefndar. Aðilar í ferðaþjónustu og flugvallarrekstur á Norðurlöndum hafa verið að benda á að það sé lykilatriði fyrir innanlandsflug, líka á Íslandi, að tengja millilandaflug og innanlandsflug. Róbert Guðfinnsson, sem hefur byggt af gríðarlegum eldmóð upp ferðaþjónustu á Siglufirði, hefur verið að tala fyrir því að opna litlu flugvellina allt í kringum landið í tengslum við áfangastaði í ferðaþjónustu og hann hefur talað mjög ákveðið fyrir því að Hvassahraunskosturinn sé grandskoðaður vegna hagsmuna Reykjavíkur. Nei, vegna hagsmuna landsbyggðarinnar. Það er svo margt í þessu umhverfi sem er að breytast og breytast hratt vegna vaxtarins í ferðaþjónustu og hagsmunirnir eru þar með líka að breytast. Líka hringinn í kringum landið og það er ábyrgðarhluti að skoða það ekki. Innanlandsflug frá Keflavíkurflugvelli er þar með ekki bara til skoðunar. Það er búið að ákveða að hefja beint flug milli Keflavíkur og Akureyrar allt árið frá og með febrúar. Þannig að málið er á fleygiferð. Í mínum huga er Hvassahraun áhugaverður kostur. Það væri ábyrgðarhlutur að skoða en ekki út frá hagsmunum höfuðborgar, landsbyggðar, heilbrigðisþjónustu og ferðaþjónustu. Mér finnst mjög mikilvægt að umræðinu næstu skref sé ekki á forsendum gamalla deilumála, heldur þeirra ítarlegu gagna sem liggja fyrir. Fyrir Akureyri þá held ég að sé alveg skýrt að Akureyri getur tekið forystu í þessari umræðu og forystu í þessum málum með því að móta sín á hlutverk sitt sem höfuðstaður Norðurlands, lykiláfangastaður í ferðaþjónustu, forystuafl og miðstöð í heilbrigðisþjónustu, sjúkraflutningum og björgunarstarfi, ekki bara hér í norðurhluta Íslands, heldur á öllu Norður-Atlantshafinu með samningum sínum við Grænland, með mögulegum samningum við Færeyjar, með einu gjörgæsluna á þessu svæði og fullt af tækifærum til að efla FSA og alla stoðþjónustu þar í kring. Takk kærlega fyrir. Já, takk kærlega Dagur fyrir þetta fína innlegg og upplýsingar framtíðarsýn Reykjavíkur. Nú opnum við fyrir fyrirspurnir og innlegg. Fyrirkomulagið verður þannig að við erum með míkrafóna sitt hvoru megin í salnum. Þannig ég vil biðja þá sem að vilja spyrja frummælendur að standa upp og nota þessa míkrafóna. Ef að mögulegt er að koma að smeygja sér út úr sætaröðunum, annars verður þið bara að hóa í okkur hér með míkrafónana. Ég bið ykkur að vera svona skorinort og við reynum að komast yfir sem flesta fyrirspurnir. Við ætlum að reyna að halda áætlun og ljúka fundi klukkan 7. Þannig að bara gjörðu svo vel að
spyrja. Gjörðu svo vel, Eyjólfur. Já, góðan dag. Eyjólfur Guðmundsson heiti ég og það er kannski ágætt að byrja á því að þeir sem ekki til mín þekkja vitið að ég er fæddur uppalinn í Reykjavík, hef búið í 101 og stundað þar mitt nám og starf, en starfa í dag sem rektor háskóla á Akureyri og er því þar alveg einn af þessum Íslendingum sem hef nýtt höfuðborgina, búið í höfuðborginni, en jafnframt nota ég flugvöllinn alltaf 3 í viku í dag. Og ég vil þakka þessi innlegg sem hafa komið hér fram vegna þess að þeir hafa sýnt okkur vel hversu erfitt þetta vandamál er. Og vil ég þakka borgarstjóra sérstaklega fyrir síðustu glæruna sína, þar sem hann kemur inn á hvar við þurfum að ná saman. Því við verðum að ná saman. Það sem ég fannst hins vegar borgarstjóri skauta yfir og langar aðeins til þess að hann fjalli betur er að í þeim skipulagsmálum sem hann kom inn á hérna áðan, að þá horfði hann á Reykjavík eingöngu. Hann rétt skautaði aðeins yfir höfuðborgarsvæðið. Minnir ég var búin að biðja að þessi mynd kæmi upp til að við sæjum höfuðborgarsvæðið í heild sinni, en þú varst reyndar með mjög góða glæru þar sem að stóð heildarskipulag borgar, en það var alveg grátt yfir Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði og svo framvegis. Því ef við horfum á þessa mynd, að þá er miðbærinn að miðpunktur Reykjavíkur þar sem að auðvelt er fyrir alla aðila að fara í báðar áttir, þess að muni eftir myndin hans að fara bara í aðra áttina á morgni og hina áttina á kvöldi, að þá er sú miðja miklu nær Kringlunni, Smáralind, Skeifa, einhvers staðar þar landfræðilega. Nú þekki ég ekki skipulagsmál nægilega vel. Þannig að spurningin sem er til borgarstjóra hvers vegna er ekki horft á heildrænt skipulag höfuðborgarsvæðisins í þeim tillögum sem þú sýndir okkur, vegna þess að þegar mann horfir á myndina svona, að þá er flugvöllurinn og miðbærinn út á nesi. Út á nesi lengst til vesturs og er eiginlega í mínum huga nánast vonlaust að skipuleggja góða og fallega og aðgengilega miðborg á því svæði eingöngu, í staðinn fyrir að skipuleggja hana nær landfræðilegri miðju með hagsmuni höfuðborgarsvæðisins í heild sinni, og þá er hægt að tengja saman og spyrja sig hvar eru bestu flugvallarkostirnir. Og það vill svo til að ef við myndum gera það, að þá er miðborgin komin nær Hvassahrauni, nú eða Bessastöðum, og hinn spurningi sem ég hef til borgarstjóra hvers vegna, hvaðan telja að þurfa að gerast til þess að við skoðum Bessastaðalausnina í alvöru. Er það svæði virkilega óhreyfanlegt að öllu leyti? Til Jón Karls hef ég þessa spurningu sem hann kom inn á áðan. Við sjáum aukningu núna í innanlandsflugi og vill svo til að haustið 2016 var óvinnu gott en að flugfélagi hélt áfram með sumaráætlun langt inn í haustið. Eigið þið til áætlun það hversu mikið þið teljið að aukning ferðamanna verði í innanlandsflugi 2017 til 2020? Og hvort það, eins og ástandið í flugstöðinni í Reykjavík í dag skelfilegt þegar að 2 fullar Q400-vélar að fara í loftið. Náðu þessum spurningum? Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Má ekki bara... Dag, vilt þú bregðast við fyrstur eða? Jón Karl. Ég skal bara byrja. Ég vil bara ítreka þess að ég sagði, þetta er flottasta flugstöður Reykjavík, það er alveg saman hvað þið segir. Okkar áætlanir gera ráð fyrir því að þetta er alveg rétt sem Dagur segir að hluta til. Þetta er reyndar svolítið þægileg mynd sem hann sýndi ekki langt aftur í tíman. Það hefur almennt verið, ef við tökum núna síðustu 20-30 ár, hefur aukning í innanlandsflugi verið jákvæð yfir allt tímabilið, sem bil 3-5%, það er svona sveiflast aðeins til. Ég hef haldið því fram að innanlandsflug sé bara gríðarlega mikilvægt tæki til þess að raunverulega taka ferðamenn og dreifa, og við höfum sagt inn í okkar áætlunum að reyna að koma þessari tölu sem ég var að sýna ykkur áfram nær 1 milljón farþega í innanlandsflugi með því einmitt að fá erlenda ferðamenn meira inn í flugið. Ég hef svona verið svolítið að gagnrýna flugfélögin undanfarin mánuði með því að ræða það er svolítið merkilegt að sjá þessa tölu frá 2008 og alltaf niður. Og við fórum að gagnrýna flugfélögin fyrir það að þau skildi ekki hafa náð í þessu ferðamannastraum sem hefur verið að koma. Svör þeirra verður þau, við náðum því víst, og þá finnst mér kannski ennþá skelfilegra að hugsa til fækkunar Íslendinganna í fluginu. Og þetta er hluti af því verkefni sem við erum að ræða svolítið við ríkið, þetta sé koma að sinna og breyta rekstrarforminu,
að menn verði líka að fara að líta á þetta kerfi sem almenningskerfi og sjá til þess að peningar sem fara inn í kerfið verði þá til þess að efla þetta flug svolítið áfram. En svona til að svara spurningunni, 1 milljón farþega innanlandsflugi okkar plan núna fyrir næstu 5 til 10 ár. Þetta hljómar svolítið hátt en þetta þýðir svona cirka 10% á ári á nú tímabili og ég tel að alveg hægt að nota það og þetta verði stór hluti vaxtarnir verði ferðamenn en við viljum sjá Íslendingan aftur inn á svæðinu. Þetta er gott að svara spurningunni. Já, Eyjólfur spyr og takk fyrir spurninguna. Af hverju við horfum ekki heildstætt á þetta út frá höfuðborgarsvæðinu í heild og veltum fyrir okkur hvort að miðborgin sé rétt staðsett, ef við skilum rétt. Og það höfum við gert. Það var gert á 9. áratugnum, ekki bara í Reykjavík, heldur á 8. áratugnum bara mjög víð í borgum og þetta var alveg bylgja í alþjóðlegum skipulagsmálum sem gekk út á það að búa til nýja miðbæi vegna þess að þeir gömlu væri gamaldags og virkuðu ekki og sumir þeirra voru reynda bara rifnir og Kringlan var dæmi þetta. Ástæðan fyrir því að Mogginn fór þangað og Sjóv og Almennar og öll þessi rosalega flottu fyrirtæki og Kringlan var að þar átti að vera hinn nýji miðbær Reykjavíkur. Þetta reyndist bara rangt, ekki bara Reykjavík heldur allstaðar. Fólk sækir í hinnar sögulegu miðborgir, störfin og ástæðan fyrir því að við erum að leysa þetta út frá núverandi veruleika er að það eru yfir 40.000 störf í eða við miðborgina sem fólk er að sækja í og það er veruleikinn sem maður er að mæta. Það eru mikil gæði fólkin í því að hafa miðborg en eins og þú segir, þú veist, og þá veltum maður líka alveg fyrir sér hvert er eiginlega umræðan komin ef að við erum farin að færa rök fyrir því að halda í flugvöllinn en færa borgina. Þú veist, því að það er hægt að færa flugvelli og það er reyndar ekki rétt hjá Jóni Karli að borgir út allan heim sé ekki innmitt að gera það vegna þess að Helsinki sem er nákvæmlega skipulag á mjög svipuðu nes og við, þeir eru í aðal spurningin í þeirra aðal- og svæðaskipulagi mitt að færa lítinn flugvöll sem er þar. Það er búið að taka aftur upp Brommamálið í Stokkhólmi af núverandi meirihluta þar. Það er verið að færa og ræða flugvelli í Berlín, það er verið að ræða flugvelli í Toronto, það var nú fluttur og menn héldu áfram að nota hann og svona í Chicago út allt. Þannig að það vegna þess að borgir eru svo miklum vexti víða, við viljum vaxa inn á við út af umferðinni meðal annars, en við erum svo sannarlega að skoða þetta heildrænt mörgum sinnum og þegar við erum að vinna með svæðisskipulagið og aðalskipulagið þá erum við að hugsa þetta sem heild. En ekki misskilja mig, ég nálgast þetta flugvallamál meðal annars sem tækifæri fyrir Reykjavík að búa til völl sem er ekki svona klemdur, sem hafi vaxtarmöguleika vegna þess að flugvellir eru snar þáttur í samkeppnishæfni borga og ég er að mörguleyti sammála þeim á landsbyggðinni sem segja að Keflavíkurflugvöllur sé of langt í burtu, ekki bara fyrir innanlandsflugið, heldur bara fyrir borgina. Það myndast ekki nægilega mikil synergía eða svona samspil milli vallarins og borgarinnar, þó það sé reyndar mjög mikið samt eins og maður sér á því að 90% allra ferðamanna koma til Reykjavíkur. En við þurfum líka að dreifa ferðamönnunum betur og það eru rökin fyrir því að það sé mikilvægt að tengja innanlandsflug og millilandaflug. Bara aðeins örstutt, ekkert að tefja tíman en ég var ekki að segja að menn væri ekki að fara flugvöll, heldur var ég að segja að það væri engin borg að tala um eitt flugvöll. Já. Það var þannig að ég veit alveg allt það, ég var nú í Þýskalandi líka í umræðinu þar í flugvölli, þannig að fullt af umræðum flugvölli og Gardermoen-flugvöllur er gott dæmi það sem var fornum báður. Þetta snýrist hvort að eitt flugvöllur á Suðvesturhorninu væri í lagi eða ekki, það snýrist það sem ég sagði. Ok, semjum 2 þá. Ok. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka fyrir fundinn. Góði fundarmenn, ég heiti Gunnlaugur Garðarsson, fæddur og uppalinn í Reykjavík. Ég þekki það sjónarhorn vel, en ég hef búið hér á Akureyri í aldarfjórðung og hef þetta að segja. Við erum í sjálfheldu brennandi, brýnt mál sem varðar landsmenn alla. Og það er algjörlega óásættanlegt
að nú verandi borgaryfirvöld í Reykjavík virðast ætla að keyra sína skipulagsstefnu fram, hvað sem líður því að ekki búið að lenda þessum vanda farsællega. Það óásættanlegt, algjörlega. Okkur það öllum ljóst að þetta mál varðar hag allra landsmanna, öryggi allra landsmanna. Og þess vegna eigum við að afgreiða það með stjórnsýslulega réttum hætti. Mál sem varða hag allra landsmanna og öryggi eiga heima hjá Alþingi. Ef við ætlum að reyna að leysa það eins og hingað til hefur verið reynt, það að berja höfðinu við steininn. Þið heyrðu það á ræðinni með þessum langlokur spuna tilurðarsögu vandans. Hann breytir engu staðreyndina. Við erum í sjálfheldu og þess vegna skulum við vinna að því, góði fundarmenn, að koma málefninu fyrir Alþingi, þar sem það á heima. Takk kærlega fyrir þetta innlegg. Viljið eitthvað bregðast við þessu eða eitthvað fá spurningu? Ég held að séu einir 16 mánuðir sem að ég skrifaði innanríkisráðherra og bauðst til þess að taka upp viðræður á grundvelli Rögnunefndarskýrslunnar. Ég held að það sé mjög skynsamlegur grunnur vegna þess að það tekur á öllum upplýsingum sem áður hafa verið unnar í málinu. Ég tek alveg undir það, þetta varðar hag allra landsmanna. Og mér finnst á mörguleyti aðdáunarvert þá trú sem að þú hefur á þinginu. Ég held við ættum að reyna að finna út úr þessu með lausnamiðaðri samningaleið fyrst. Takk fyrir. Næsti, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Þorkell Jóhannsson og ég starfa hjá Mýflugi sem flugstjóri í sjúkraflugi. Og það eru ýmis atriði sem ég langar að koma inn á, ég veit ekki, og ég mun aldrei tæma það sem ég langar að gera, en fyrirgefið ég taki með smá tíma hérna. Mér langar að byrja á fullyrðingu borgarstjóra að hann sé tilbúinn til þess að vinna með því að viðhalda rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og svo setur hann skilyrði, ef það unnið með honum í því að vinna að öðrum flugvallarkostum. Og mér langar þá meðal annars að spyrja því, er þetta meint þannig að ef aðrir flugvallarkostir finnast ekki og til dæmis athuganir Hvassahraun leiðir í ljós að það ekki eins fýsilegur kostur eins og reyndar að láta verið vaka í dag, að þá sé málið sjálfdautt og allt innanlandsflug til Keflavíkur því að Vatnsmýrin skuli fara hvað sem dautar, eins og hann hefur reyndar orðað áður. Hann frábiður sér frekar umræðu neyðarbrautuna og ábyrgð borgarinnar í því og því miður, Dagur, þú frábyrður enga ábyrgð í því. Þú berð ábyrgð á því að sú staðreynd uppi í dag að framvegis, ef þetta stendur eins og orðið í dag, að við höfum ekki lengur þessa braut, þá munum við ekki í öllum tilfellum eins og við höfum gert hingað til í 11 ár geta skilað öllum okkar sjúklingum til Reykjavíkur. Það hefur verið staðreynd hingað til. Ef við höfum getað sinnt útkallun okkar á öðrum viðkomustaðum á landinu vegna veðurs eða ástand flugbrauta, þá höfum alltaf getað skilað okkur til Reykjavíkur og það er meðal annars fyrir tilstilli neyðarbrauturinnar. Nú er búið að gera fyrir það. Nú stöndum við frammi fyrir því að við munum ekki geta loka verkefnin okkar í öllum tilfellum. Þú talar dreifingu sjúkraflugvéla víðar landið. Þetta eru góðar gjaldaverðar hugmyndir. Ég ætla samt að fá að bara minnast á það að þetta er ekki alveg svona einfalt. Við erum ekki bara að tala að þetta kosti mikla peninga eins og þú bentir réttilega á. Við erum að tala líka þjálfanir áhafna og ef að dreifing þessara vinnu sem að nú er öll hér á Akureyri verður með þessum hætti að það verður flugvéla líka á Vestfjörðum og á Austfjörðum, þá minnkar, þá skerðist þjálfun áhafna og staðkunnátta og svo framvegis og gæði vinnunar mun bíða hnekki fyrir það.
við þurfum líka að horfa til þess að þessi staðir bjóða ekki endilega upp á sömu möguleika á að manna þessar flugvélar með læknum og bráðaliðum eins og við getum gert hér á Akureyri. Þessi staðir eru allir minni og eru þar á leiðandi fátækari af þessum mannauði því miður. Og ég er ekki að tala niður til þessara staða vegna þessa. En við höfum séð það að það hafa jafnvel verið vandræði að full manna þessar vaktir hér, bara höfuðstað Norðurlands. Þannig að þetta er ekki alveg einfalt mál, lausnin er ekkert sjálfgefin í þessu. Þetta er bara ábending og við langar aðeins að koma inn á, þú ert að tala mjög sterkt fyrir Hvassahrauns möguleikanum. Rögnunefndin hampar mjög þessum möguleika og þú segir, þetta sé svo mikið vegalengd frá Keflavík í tíma, en steinsnar frá höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekkert steinsnar frá spítölunum inn í miðju höfuðborgarsvæðinu. Og Rögnuskýrslan tiltekur ákveðna mælingar sem voru gerðar á neyðarakstri frá væntanlegum gatnamótum að þessum nýja flugvelli í Hvassahrauni og að spítölunum í Reykjavík. Og þar er greinileg mjög ámáttleg tilraun gerð til þess að fegra hlut Hvassahrauna sem flugvallastæðis. Þessar mælingar standast ekkert sem gerðar voru á tímamælingu sjúkrabíls frá þessu stað og til spítalann í Reykjavík. Það var til dæmis engin tilraun gerð til þess að vegameta mögulegan tíma frá þessum afleggjara og inn í flugvallasvæðið og inn á mögulegt flugvallastæði. Það fara einhverja mínútur í það. Sjúkrabílinn tekur ekkert við sjúklingnum úr flugvélinni upp á Reykjanesbrautinni sjálfri. Það var keyrður þarna neyðarakstur, en hann er borin saman við akstur sjúkrabíls frá núverandi stæði okkar á Reykjavíkurflugvelli á spítalann sem og ekki gert ráð fyrir því í neyðarakstri. Er þetta sanngjarn samanburður? Þarna skakka strax nokkrum mínútum. Í þriðja lagi, þá var áætlað að flugvélin yrði eina mínútu aukalega að fljúga utan að landi út til Hvassahrauna miðað við Vatnsmýrina í Reykjavík. Kílómetrafjöldin sem ég stakk út á korti verður samt slíkur að til þess að ná að klára það á 1 mínútu þurfum við að fljúga á 900 km hraða á klukkustund. Það er þrefaldur cirka hraði sem við höfum í dag og alla flugvélar hér í innanlandsflugi. Svona eru skekkjurnar í þessu, allar í þá átt að fegra Hvassahraun. Ég ætla að segja hér úr fullyrða, tímaaukningin sem fer í sjúkraflutningin utan á landi Hvassahraun og til sjúkrahúsana í borginni er korter til 20 mínútur og það munar minna. Ég hef sjálfur keyrt og gert tilraun á þessu sjálfur ásamt fleirum. Keyra þarna frá Kúagerði og til inn á Landsan og þetta voru 20 mínútur og á hraða sem við megum ekki segja frá. Núverandi staðar þannig að við erum innan við 5 mínútur, innan við 5 mínútna akstursfjarlægð frá bæði Landsanum og Fossvogi. Og það með við ekki í neyðarakstur. Og samt er það þannig, á þessari litlu vegalengd, að þá er nú stundum ekki neyðarakstur hérna milli. Það liggur það mikið á, þó að muni kannski ekki nema 1 mínútu. Það var þetta gert. Það er ýmislegt fleira sem að Rögnuskýrslan gerir til þess að fegra Hvassahraun eða skautar hjá að gera og skautar hjá að taka fram. Ég ætla að nefna sérstaklega veðurþáttinn. Ég ætla að taka það fram kannski fyrst. Ég hef einmitt ekkert á móti því að þessi kostur sé athugaður til hlítar og skoðaður í kjölinn og veðurathugunni farið þarna fram með faglegum hætti og við fáum niðurstöðu út úr því sem við getum svo unnið með. En ég hef mjög sérstakt að það kemur fram á einu stað í þessari skýrslu að frosttíðni í Hvassahrauni sé umtalsvert meiri heldur en bæði Vatnsmýri og á Keflavíkurflugvelli. Það segir okkur mjög stóra sögu en þarna skauta skýrsluhöfundar hjá því að vinna úr þessum ábendingum sem að þetta gefur. Og þetta eru mjög skýrar ábendingar. Þetta þýðir að úrkoma er að jafnaði miklu hvítari og þar með lakara skeggni og þar með lakari brautaskilur. Og það þýðir líka að
Við erum ekki að tala tveggja brauta flugvöll í Hvassahrauni til að hann standist alþjóðastaðla. Það nokkuð borðleggjandi að þetta verða 3 brautir ef við erum að ná fullum gæðum úr þessum flugvelli. Kostnaðurinn mun rís eftir því. Rögnuskýrslan segir fullum fetum að 2 brauta flugvöllur í Hvassahrauni hafi nýtingarstuðul upp á 96%, 96,2% að mig minnir. Og það munar nú ekki miklu frá lágmarkinu sem að alþjóðareglur tilgreina upp á 95%. Og nú langar mig að benda á eitt hlut enn varðandi Rögnuskýrsluna sem gróf misnotkun á hugtækinu nothæfisstuðull. Hann hvergi reiknaður út í samræmi við reglur í þessari skýrslu. Reglur kveða á að taka skuli mið af vindhviðum, meðal annars, og helmunarskilurinn. Rögnuskýrslan segir á einum stað fullum fetum að ekki sé gert ráð fyrir vindhviðum í þessum útreikningum. En Rögnuskýrslan minnist hvergi nokkur staðar einu einasta orði á helmunarskilurinn. Skautar algjörlega hjá því. Og þetta virðist vera svolítið í tísku núna hjá yfirvöldum sem fjalla flugvallamál á Íslandi. Og skauta fram hjá þessum lykilbreytum í útreikningum og nothæfisstuðli flugvalla. Það gerir EFLA, verkfræðistofa, í sinni skýrslugerð og eftir að því virðist tilsögn frá Isavia. Svo við stöndum frammi fyrir því að það verið að benda okkur þarna á einhvern mjög álitlegan kost, að því sagt í Hvassahrauni. Ég hef miklar efasemdir það og eins og ég segi, ég búin að benda hér á nokkur atriði sem að draga aðeins úr þessu. Endilega skoðum hennar kost, en við skulum ekki vera eins bjartsýn eins og sagt að hægt sé að vera varðandi þennan kost. Nú, ég vil gera mjög alvarlegar athugasemdir við málflutning borgarstjóra, þar sem hann segir að fyrirkomulag sjúkraflugs á landinu, dreifing sjúkraflugvéla og svo framvegis sé miklu stærra atriði heldur en það hvar nákvæmlega sé lent. Þetta í samræmi við það sem Dagur hefur sagt áður á opnum fundum. Ég hef setið opna fundi Háskólans í Reykjavík á Hótel Loftleiðum sem áður hér, ég man ekki hvað það heitir í dag, 19. janúar 2012. Ég hef setið kynningafund aðalskipulag Reykjavíkurborgar í Ráðhúsinu 30. maí 2013 og svo kom ég skýrt í máli hans líka á fundi borgarstjórnar 5. janúar á þess ári að hann lítur svo á að það liggur á að koma til sjúklings á vettvang veikinda eða slysa á sem skemmstu tíma, en eftir það þá skiptir miklu minna máli flutningur þaðan inn á spítala. Og þetta ekki í samræmi við okkar reynslu sem á stundu sjúkraflutninga. Og það mjög sérkennilegt að heyra þetta koma frá munni læknis. Ég hef spurt í Dagur í opnum bréfum til þín hvernig þú getur staðið á þessu, hvernig þetta fer saman við þá reynslu sem við höfum þann sem við erum jafnvel á lokametrum flutnings í endurlíkun sem stundum ber árangur, oftast kannski, en því miður ekki alltaf, á lokametrum flutningsins. Þannig að þetta tal að það skiptir minna máli hvar við lendum eða sem sagt hvaða leiðir eru færa fyrir okkur til þess að skila sjúklingnum á sjúkrahúsið. Þetta stenst ekki það sem við erum að glíma við, reynslun okkar. Og ég vil þess að spyrja þig, ertu til í að skýra hvað varst að meina með þessu? Stendur ennþá við þessi orð? Við erum að tala svolítið alvarlegan hlut hérna. Það hefur oft verið haldið fram að eftir að búið er að hlinna að sjúklingi undirbúan fyrir þennan flutning, þá sé flutningurinn sjálfur sem mjög öruggur, það búið að gera sjúklingin stabílan og svo framvegis. Því miður það samt þannig að það engin trygging fyrir því að þetta stability haldist alla leið. Og það einmitt það sem ég að segja ykkur að okkar reynsla. Ég held ég láti þetta duga í bili. Takk. Kæra þakki fyrir. Viltu bregðast við þessu? Já,
Ég skal gera það. Ég ætla ekki að eiga í orðaskaki varðandi ábyrgð á þriðju brautinni. Ég bara endurtek það sem ég sagði áðan. Ég aðhafðist í því máli eins og ég held að allir borgarstjórar hefðu gert við sömu aðstæður og að þessu hafa mjög margir komið, eiginlega allir lykilaðilar í flugmálum á Íslandi síðustu áratugi eins og ég rakti hérna nokkuð ítarlega. Varðandi efasemdir þínar Hvassahraun að þá finnst mér allir hafa rétt á að hafa sínar efasemdir alla hluti. Og í svona málum þá verður bara fagleg vinna og óhlutdræg að ráða úrslitum. Og það var leiðarljósið í vinnu Rögnunefndar. Það hægt að vera með einhverja pillur út í fagfólk á höfuðborgarsvæðinu sem sinnir sjúkraflutningum þar sem slökkvilið höfuðborgarsvæðisins en þeir mæla vegalengdir og tíma í hverjum einasta flutningi. Þannig að mér finnst þú komin aðeins út á hálan ís með það en ég endurtek, það hafa allir sinn rétt á að hafa alls konar efasemdir. Fagleg vinna í þessu og hana þarf felst einmitt að taka bara inn allar svona efasemdir og ábendingar og finna út úr þessu og ráða málunni þannig til lykta. En til þess þarf auðvitað alvöru samstarf að setjast yfir það til þess að ná niðurstöðu. Þannig að ég tek ekki undir það að óvarlega sé haldið á hvorki skoðun á veðri, brautarskilyrðum eða öðru þeirra Hvassahraun eða aðrir flugvallakostir í Rögnunefndarskýrslunni eru annars vegar. Ég held að þessi býsna vandað plagg og að því að allir hafa rétt á efasemdir þá efast ég líka það að þurfi þriðju brautina en út úr því þarf bara að finna. Aðalspurningin var það hvernig ég rökstyðji að fyrstu mínúturnar eftir að slys verður eða einhver þarf aðstoð skipti ennþá meira máli heldur en síðustu mínúturnar í flutningi. Það nú bara klassísk læknisfræði sem allir læra og það talað fyrstu klukkustundina sem mikilvægasta tíman. En ég held að sé bara til þess að maður átti sig á þessu að þá skulum við bara setja okkur í spor þeirra sem vinna við heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Segjum að það verði bílslys í Dýrafirði að þá þarf fyrst að byrja að hringja í lækninn sem á vaktinni á Ísafirði og hann hefur samkvæmt reglum 45 mínútur að koma sér á sjúkrahúsið. Það oftast miklu styttri tími vegna þess að læknabústaðirnir eru þarna mjög nálægt og það þarf að kalla út sjúkraflutningaliðið á Ísafirði og svo þarf að keyra yfir, meta sjúklinginn og meta hvort það þurfa að kalla á flug. Ef það þarf að kalla á flug, hvort sem það nú þyrla eða flugvél, þá skiptir líka máli hvort að viðkomandi viðbúnaður eða viðkomandi mannskapur sé á svokallaðri bundinni vakt eða staðarvakt sem þyrluáhöfnunin til dæmis ekki. Vegna þess að menn eru þá ekki á staðnum heldur hafa tiltekinn tíma til þess að koma sér á staðinn. Það þarf að hafa vélina klára og það þarf að plana flugið. Þeir sögðu mér að því ég heimsótti nú fjórðungssjúkrahúsið fyrr í dag að það var oft svona það sem tæki mestan tíma. Það þarf að plana hvert einasta flug. Og síðan þarftu þá að fljúga frá Akureyri og inn á Ísafjörð og þeir sem hafa flogið inn á Ísafjörð vita að það sannarlega engin þriggjabrautarvöllur. Og innanríkisráðherra var reyndar beðinn að svara því á Alþingi fyrr á þessu ári hver væri nothæfisstuðullinn á Ísafirði, Akureyri og Egilsstöðum af því að allir vita hverjir nothæfisstuðlarnir eru í hugsanlegum flugvallastæðum. Og svarið frá innanríkisráðuneytinu var áhugavert. Það hefur reyndar ekki verið reiknað fyrir neinn af þessum völlum. En hvað það? Það þarf sem að fljúga inn á Ísafjörð og á meðan eru þetta læknirinn og sjúkraflutningaliðið búin að koma viðkomandi inn á Ísafjarðarflugvöll og síðan flogið í bæinn. Það sem skiptir mestu máli það hvernig þessum sjúklingi vegnar
í öllu þessu eru kunnátta, handtök og svo tími sem líður frá því að slysið verður þangað til fagfólk kemur á staðinn og getur gert það sem gera þarf. Og ég stend við það þegar var sérstaklega spurt það hvort að þær mínútur og þau handtök skiptu meira máli heldur en síðustu mínúturnar í flutningnum. Hvort þær eru 5 eða 7 eða 10. Já, það skiptir miklu meira. Þannig að menntun heilbrigðisstarfsfólks, fjöldi lækna, dreifing þeirra landið, hvort það sé niðurskurður í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, hvernig endurmenntunin hvort að þar séu bara læknanemar að leysa af, hvernig þjálfun sjúkraflutninga víðs vegar landið og síðan skipulag og staðsetning sjúkravéla. Allt þetta skiptir meira máli heldur en nákvæmlega hvar lent innan skynsamlegra marka. Og undir þetta held ég að reyndar langflestir sem koma að þessu án þess að vera í skotgröfum vatnsmýrarumræðunnar geti verið nokkuð sammála með öllum eðlilegum fyrirvörum. Kæra þakkir, gjörðu svo vel. Og ég heiti Ólafur Oddsson og ég ætla að beina spurningum minni til Dags. Og ég var á þessum fundi í janúar 2012 sem Þorkell vísaði til og þannig að ég hef heyrt þig halda þessu fram áður, Dagur, sem að flutningstími sem sé, eða það að segja biðtími í Reykjavík eftir því að finna eða hvort það verði hægt að lenda þar eða þetta skipti ekki miklu máli, endapunktur, ég hef heyrt það áður. Og svo hefur maður bara heyrt svo mýmörg dæmi frá þeim sem hafa verið að flytja sjúklinga suður þar sem að menn telja að einmitt mínútur hafi skipt máli og ég vil bara svona segja að ég held að þetta skiptir sem miklu máli og neyðarbrautin. Það spursmál þar sem að þú ert bæði sem sé borgarstjóri yfir höfuðborg alls Íslands og það sem þú ert líka læknir hvort að þú getur ekki unnið að einhvers konar sátt í þessu máli, minnskostu þessu neyðarástandi sem núna þar sem að það búið að loka neyðarbrautinni en það ekki búið að opna þessa neyðarbraut í Keflavík og það myndi ég sem sé biðja þig að gera sem sé æðsti yfirmaður höfuðborgar Íslands og þú ert læknir líka. Takk fyrir. Kæra þakkir. Viltu bregðast þessu? Já, takk fyrir. Ég sendi innanríkisráðherra bréf í júní á síðasta ári eftir að Rögnurveldi var búin að skila þar sem meðal annars kom fram áskorunum að loka þriðjubrautinni í samræmi við gerðarsamninga og opna sambærilega braut í Keflavík teldi flugmálayfirvöld og innanríkisráðuneytið ástæðu til út frá öryggissjónarmiðum. Með öðrum orðum, Reykjavíkurborg hefur ekki talið að það væri í sínu hlutverki að leggja mat á það hvort að öryggissjónarmið kölluð á opnun þessara brauta sem sannarlega til. En það liðið meir en ár síðan ég skoraði á ráðuneytið að fara í það mál ef ástæða þætti til. Ég hef ekki fengið nein skýr svör en tók þá eftir því í fréttum fyrir 2-3 mánuðum að innanríkisráðherra hafði látið kanna kostnaðinn við það. Mér að vitandi hefur ekkert formlegt verið gert eftir að sá kostnaði liggur fyrir og hvort að það sé vegna þess að ráðherra hafi gögn og sínu borðum það að þess þurfi ekki við eða finnist 240 milljónir og mikið, skal ég bara ekki segja. En ég hef sannarlega í raun beint þessu til ráðuneytisins og það hefur aðhafst að einhverju leyti. En ég tek þessar ábendingu bara vel og mun taka þetta upp við nýjan ráðherra. Takk fyrir þetta, Dagur. Næsti fyrirspyrjandi, gerðu svo vel. Góða kvöldið. Ég heiti Ingvar Tryggvason, formaður öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnureksmanna og FÍA nú það byrja jafn gamalt og þessi umdeildi flugvöllur og öryggisnefndin hefur verið starfrækt í 50 ár og við sem við þetta störfum, við lendum á gömlum og nýjum flugvöllum víða heim og við höfum séð milljóna samfélög
grípa til þess að byggja nýjan flugvöll til að leggja af eldri flugvölli. En það er venjulega gert þannig að nýji flugvöllur er byggður og tekinn í notkun áður en sá gamli er lagður niður að einhverju leyti. Við höfum séð þetta gert í Denver, Hong Kong og víða svona í milljóna samfélögum. Ég veit ekki neitt 350.000 manna samfélag sem hefur leyft sér þessa ráðstöfun. Við erum að starfa við Corpus Christi í Texas. Ég næ ekki utan þessa hugmyndir, það er önnur saga. En við höfum verið að fylgjast með þessu máli núna nokkuð grannt síðan 2013. Þá fór boltinn að rúlla dálítið hraðar og komu út skýrslur útreining á nothæfistölu Reykjavíkurflugvallar og við reyndar áttum erfitt með að átta okkur á því hvers vegna þurfti að gera það, en það fór allt fram árið 2006 þegar hollenska loft- og geimferðastofan NLR var fengin til þess að rannsaka nokkra breyttar útfærslur á Reykjavíkurflugvalli. Og það er einmitt sú nálgun sem við aðhyllumst. Við höfum ekkert við það athuga að flugvelli sé breytt, en það er grundvallaratriði að breytingin sé þannig að hún standist reglugerð og að flugvöllur fari ekki niður fyrir það 95% nothæfisstuðul sem Annex 14 frá IK tilgreinir. Og það var niðurstaða NLR að yrði þessari braut lokað þá færi nothæfisstuðullin niður í 89%. Og þessi niðurstaða stendur óífengjanlega. Við vitum að verkfræðistofan EFLA hefur gagnrýnt þetta og gefið í skyn að villan felist í því í úrvinnslu vindátta, að NLR hafi hagað úrvinnslu vindátta í 22,5 gráðu gera en EFLA hafi reiknað út í 10 gráðu gera. Ég fekk svar frá NLR ekki alls fyrir löngu og þeir vísa þessu algjörlega á bug. Þeir hafa gert samanburðarútreikninga og það er ekkert hæft í þessu. Þannig að það liggur fyrir að nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar er komið niður fyrir 95% sem IK tilgreinir. Það verður mikið af rökvillum á sveimi í kringum lokun þessara brautar og raunar söguskoðun borgarstjóra fjallar að miklu leyti samþykktir og ákvarðanir sem voru gerðar áður en skýrsla NLR kom út. Hún kom út 2006 og niðurstaða NLR ýtir raunverulega söguskoðun borgarstjóra út af borðinu. En við höfum heyrt rökvillur á borð við að hún sé svo stutt. Við höfum séð þingmann koma fram í sjónvarpinu og halda því fram að það sé allt í lagi að loka þessari flugbraut af því hún sé svo stutt. Þetta er rökvilla. Þannig að hún er nógu löng. Þessi flugbraut er nógu löng til þess að sinna því hlutverki sem henni er ætlað, sem er í senn vel afmarkað og vel skilgreint. Og hún er svo sjaldan notuð. Jú, hún er raunar eingöngu notuð á veturna. Kemur eitthvað upp í huga sem þið eigið og notið bara á veturna, ekki? Það er að því að suðvestanáttirnar eru hvað hrekkjóttastar á veturna. Og sömuleiðis að það er búið að semja svo oft að loka þessari braut. Já, gott og blessað að menn hafi stemt að loka þessari braut, en hvort það eru 2, 3 eða 4 ráðherrar eða borgarstjórar búin að semja að stefna eða loka þessari braut, þá er ekki þar með sagt að það standist reglugerð. Það er ekki þar með sagt að það standist flugöryggissjónarmið. Og svo alvarlega staða er komin upp núna, eftir að brautinu var lokað, að þær 2 brautir sem standa eftir skilja eftir opinn 120 gráðu geira. Og ég veit ekki hvort að fólk hafi almennt átt að sjá þessi, bara horfið á myndina þarna. Ef það er stíf suðvestanátt, á eina leiðin að lenda í Reykjavík er til suðurs eða koma niður Fossvoginn og vera með þá upp til 60 gráður hliðanætt. Og þetta þýðir það að suðvestanátt upp á svona 15 til 18 metra á sekúndu lokar flugvöllunum. Það er bara ekki hægt að lenda. Það þarf meiri vindi til að loka Keflavíkurflugvelli í suðvestanátt, þannig að þar standa brautirnar undir 90 gráðu horni. Þannig að þetta er mjög alvarleg staða sem er komin upp. Það hefur verið talað dálítið skipulagsmál og það er nú almennt kannski ekki eitthvað sem við björgirinn FÍA erum að beinleiðis að grufla í, en samt við verðum að afla okkur upplýsingar þetta og til dæmis í Hollandi
þar hafa sveitarfélög ekkert skipulagsvald yfir flugvöllum. Það er hvert og eitt fylki sem fer með skipulagsvald. Svo flugvöllurinn í Maastricht, það er Limburg fylki sem fer með skipulagsmál. Og víða erlendis, sem bara Newark flugvöll í New Jersey, hann í 2 sveitarfélögum, Elizabeth og Newark. Og gefur auga leið að sveitarfélagið Elizabeth getur ekki gefið út nýtt aðalskipulag sem hefur truflandi áhrif á flugvöllinn. Svíar hafa farið mjög áhugaverða leið, skilgreina ákveðna flugvelli sem þjóðarhagsmuni eða ríksinteresse, og Bromma hefur verið í þeirri stöðu síðan 1989, sem er mjög áhugaverð leið. Vegna þess að, það er talað að sannarlega er skipulagsvald sveitarfélagi heilagt. Upp að því marki sem varða kannski svæði og innviði sem þjóna eingöngu íbúum þess sveitarfélags. Hér er að tala samgöngumannvirki, grundvallar samgöngumannvirki sem þjónar allri þjóðinni. Niðurstaða Rögnunefndarinnar. Borgarstjóri komst þannig orðið að Hvassahraun kom best út. Svolítið djúpt í árinni kveð. Ég rætti þetta við Matthías Sveinbjörnsson sem var í nefndinni. Niðurstaðan var svo að Hvassahraun var sá kostur sem væri tilefni til að skoða betur. Það er ekki þar með sagt að það sé einhver ákjósanlegur kostur. Sömuleiðis, það sem kemur fram í skýrslu Rögnunefndarinnar, samhliða telur stýrihópurinn nauðsynlegt að ná verið samkomulagi að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri verið tryggt á meðan nauðsynlegur undirbúningur og eftir atvikum framkvæmdir fara fram. Skilningur Matthíasar var sá að þarna væri 3 brauta völl að ræða. Já, ég var nú eiginlega búinn að tala um suðvesturhornið og suðvestanáttina, útsendingin. Þetta er bara staða sem er komin upp núna. Það er ekki hægt að lenda flugvél á suðvesturhorni landsins í stífri suðvestanátt. Og vetrarfærðin nefnilega á suðvesturhorninu er dálítið sérstök að því leyti að það verður að horfa til þess að hitastigið er að sveiflast svo ört í kringum frostmarkið. Og þetta breytir aðstæðum á flugvöllunum mjög skyndilega. Vetrarfærðin í Skandinavíu er allt öðruvísi. Ef við förum til Helsinki eða Stockholms, 20-30 gráður frost, það er allt þurrt, þetta er ekkert vandamál. Og það er alltaf legið fyrir sá skilningur. Við erum alveg nefnilega að renna út af tíma. Það er alltaf legið fyrir sá skilningur að ef til þess kæmi að þessari braut í Reykjavík yrði lokað, þá yrði það ekki gert öðruvísi að verið búið að opna þessa braut í Keflavík. Það er alveg á hreinu, óumdeilanlegt. Og ég vil ítreka að öryggisnefndin gerir engar athugasemdir við að kanna séu kostir á breyttu fyrirkomulagi flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli. En samkvæmt niðurstöðu NLR þá verða að vera 3 brautir þarna. Og framtíðartilhögun innanlandsflugs, gott og blessað, það verður niðurstaðan að flytja innanlandsflugið til Keflavíkur. Tekið undir með Jóni kallið og það hefur raun að komið fram, þá þarf að byggja nýjan varaflugvöll á Suðvesturlandi. Það er alveg hreinu, Við getum talað á það á eftir. Fleira var það ekki. Kæra þakkir. Að því við erum alveg að renna út á tíma og þið eigið að fara í útsendingu, er það ekki, eftir smástund, en þá ætla ég bara að leyfa næsta fyrirspyrjandi að komast að. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, Jón Hjaltason heiti ég. Ég skal vera stuttorður. Ég ætlaði nú reyndar að vekja athygli borgarstjóra á því hvernig þetta hefði nú verið hjá honum daginn ef hann hefði nú verið bæjarstjóri hér á Akureyri, staddur í Reykjavík á leiðinni heim, kominn út á Keflavíkurflugvöll og þá hefði fluginu verið aflýst. Ég held að þetta segi sitt hvað það hvað muni gerast þegar innanlandsflugið flyst til Reykjavíkur. En Keflavíkur. Spurning, hefur borgarstjórn pælt eitthvað í því þegar að því kemur nú að byggja nýjan flugvöll, verði það ofan á, hvað hún er tilbúin til þess að greiða í því, hvað má nýr flugvöllur kosta, þannig að borgarstjórn Reykjavíkur telji það raunhæfan kost að byggja hann. Má hann kosta 100 milljarða, 50 eða einhvers staðar þar á milli. Í öðru lagi, ef það verður nú niðurstaðan
að flugvöllurinn verði fluttur, það verði samþykkt að flytja hann. Ég reyndar alltaf að tala hér gegn minni betri samvisku, því ég er alveg sannfærður um það að flugvöllurinn verður ekki fluttur. Það er innanlandsflugið sem verður flutt. Hann verður ekki byggður að nýju. En ef það verður niðurstaðan að byggja nýjan flugvöll, er þá borgarstjórn Reykjavíkur tilbúin til að draga í land með áður gefnar yfirlýsingar að loka þeim flugbrautum sem eru þó enn opnar. Að draga í land og segja, ok, það tekur 10, 15, 20 ár að byggja nýjan flugvöll, á meðan þá bíðum við með að loka Reykjavíkurflugvelli. Takk fyrir. Kæra þakkir. Njáll Trausti, treystir þið til að vera mjög stuttorður? Eins og venjulega, þá er ég stuttorður. Ég veit ekki, ég er bara að þekki þið og vel eiginlega til að hleypa þér að. Þú voru að vera mjög stuttorður. Já, ég ætla bara að vera mjög stuttur. Flott. Fyrsta var, þetta mætt bara, fyrsta, þá minnst á mig áðan í erindi Dags B. borgarstjóra, það varst með inn og koma eins og bend á þessi landsfundarsamþykkt sem mann er að minnast á þarna frá 2011 og ég kem inn á og skrifa grein. Það var á mínu fyrsta landsfundi í þessum málum og þar lenti ég á Gíslamartinni meðal annars og þetta var ákveðin málamyndun. Hins vegar, það sem hefur gerst á undanförnum 3-4 árum og þarf að vera, og held að það sé bara fyrir alla pólitík í landinu átt að segja á, að það er búið að afla svo miklu betri gagna og menna að fara miklu dýpra í þetta, heldur það hefur verið gert áratugum saman. Það þýðir ekki að réttlæta málið á því að það sé að gera samningar til samningar sem byggjast kannski alltaf bara á röngum forsendum. Það verða menn bara að hafa í huga. Þetta mál í grunninn, það er búið að flækja þetta svolítið hérna með langa pistla skipulagsmál í borgin og annað. Þetta snýst öryggishagsmuni almennings á Íslandi. Það er allt flækjustig í málinu. Það er punkturinn sem er vinna út frá í þessu máli. Það er vitni í skýrslur til dæmis 1991 Álfheiðar Ingadóttur, það sem kemur meðal framfara í þeirri skýrslu að þau hafa ekki vita á fjallumefnið og þetta plagg hefur enga vigt í íslenskri stjórnsýslu í þessu máli. Það er endast að vitna í eitthvað sem hefur ekki vigt. Þannig að til að vera mjög stuttorður og þess vegna hef ég bara talað um öryggishagsmuni almennings í þessu máli og hvernig íslensk pólitík ætlar að taka á því. Þess vegna hef ég talað fyrir því í síðustu ár að þetta verði gert með svipuðu hætti eins og með gera í Svíþjóð með ríkisendurrelsi, þar sem með taka helstu samgöngum mannvirki í landinu og færa það undir skipulagsvald landshluta eða ríkis. Þetta er samskona hætti eins og í Noregi, Bretlandi, það var vitnað í Holland áður með flugvöllina. Þetta er gert alls staðar. Við erum bara ekki komið það langt en það er þessu ferli að menn taki almennilega á þessum málum, þar sem snýra öryggishagsmunum almennings. Það er búið að fara víða, við vitum alveg með flugvöllina, það þýðir ekki einn flugvöll á Suðvesturhorninu, við erum 2 aðra alþjóðaflugvelli í landinu, við erum flugþjóð og svo getum við tekið. En auðvitað hefði ég viljað fá mína 50 mínútur eða klukkutíma hérna eins og Dagur til að svara fyrir, en bara ítreka þetta. Málið í grunni snýst bara öryggishagsmuni almennings og ekkert annað. Það er útgangspunkturinn og það er punkturinn sem menn er alltaf að ræða þetta mál út frá. Takk. Kæra þakkir. Ég myndi loka mælendaskrá en að því að það er komin kona til að spyrja, þá get ég alls ekki gert það, þannig að þú færð bara alveg örstuttan tíma. Ég tala rosalega hratt ef á það að halda. Flott. Og góða kvöldi, ég heiti Björg Unnur Sigurðardóttir og er flugumferðarstjóri hér á Akureyrarflugvelli og ég ætla bara að taka það fram að ég sleppti ræktinni til þess að koma. Það er nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá allar þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar, það eina sem ég tók eftir var það að þetta var alltaf 4 ára fresti. Hvað akkurat var að gerast þarna á þessu 4 ára fresti veit ég ekki, en mjög athyglisvert. Skiptir mig engu máli hvað flokki menn eru. Ég er sammála Njáli, ég held að menn hafi ekki alltaf verið með réttar forsendur. Það sem ég finnst samt skipta máli akkurat núna er það sem Jón Karl kom inn á. Í dag er innanlandsflug í gangi og sjúkraflug til Reykjavíkur og það skapar mikil vandræði að menn fara ekki í það sem þarf að gera, eins og höggva tré. Geta menn ekki bara lufsast til þess að gera það sem þarf að gera, til þess að þetta gangi almennilega fyrir sig á meðan flugvöllurinn er allavega, svo geta menn bara sest inn í sín lokuðu herbyggi, drukkið whatever sem þeir gera
tekið þessa ákvörðun sem þarf að taka og klárað málið. En fyrst á meðan þetta þá við að fljúga innan á flugvöll og það hættulegt að ekki sætt að gera einfalda hluti eins og höggva nökkur tré sem síðan vaxa þegar búið að færa flugvöllin hvenær svo sem það verður eða fyrirgefðu þegar búið að færa innanlandsflugið eitthvað og hvað svo sem verður það. Og ég sammála Jóni, þessi flugvöllur verður náttúrulega aldrei færður, það verður bara byggt ofan á flugbrautina af því að þetta vatnsmýri, væntanlega þarf að rækta það út eitthvað og ég fá svarið því, má ekki höggva trén, fyrsta lagi. Það þarf að laga þetta nokkra hluti, bara svo flugvöllurinn sé í almennilegu rekstrarhæfu ástandi. Þetta það sem býður núna. En svo vil ég náttúrulega gjarnan halda honum á þessum stað, það svo stutt í bæinn. Kæra þakkir. Dagur verður að senda ykkur skriflegt svar. Við þurfum að slíta fundi. Ég var að hafa þetta stutt, bara til að sýna fólkinu virðingu. Ég skal reyna. Ingvar, ég ber mikla virðingu fyrir öryggisnefndinni. Hún ber ábyrgð. Hún hefur sannarlega alltaf haldið til haga. Hún telli að þurfa að opna brautin í Keflavík ef þessari verði lokað. Ég bara treysti því að ef nefndin hafi ekki þegar komið þeim skilaboðum skýrt til ráðuneytisins þá gerir hún það. Ég hef sannarlega gert það. En það ráðuneytisins og Isavia og flugmálayfirvalda að meta þetta mál varðandi opnun þriðjubrautarinnar í Keflavík og ég kannski þarf ekki að ítreka það. Varðandi spurningu Jóns að hvort að borgarstjórn vilji greiða, málið ekkert komið á þann stað. Það hins vegar alveg ljóst að ríkið á ennþá hluta landsins undir vellinum, það mjög verðmætt. Það mætti gera ýmislegt fyrir það, annarkvort í tengslum við byggingu nýs vallar eða landið. Þetta mjög verðmætt land sem að ríkið á þarna og ég minna á það að þeir sem lesa ennþá Mokkan að þar var mikið viðtal í dag 100 milljarða framkvæmd í flugvallarmálum út af vextinum í flugi í Keflavík. Það var ekki hugmyndin að króna af því kæmi úr ríkissjóði vegna þess að alvöru flugvellir standa undir sjálfum sér og eru ekki útgjöld, heldur fjárfesting sem borgar sig í gegnum lendingargjöld. Þannig að ég held að við verðum líka að komast út úr kannski því hugafæri umræðum þetta. Njáll Trausti til hamingju með kjörið. Mér finnst þetta áhugavert að þessi landsfundarályktun hafi verið einhvers konar málamiðlun. En þetta með nýju forsendurnar var nákvæmlega það sem að Hæstiréttur var að fara yfir. Hann fór yfir öll þau gögn og rök það hvort það væri einhverjar nýjar forsendur eða gögn í málinu og komst að því að svo væri ekki. Varðandi spurningu Bjargar, þá má höggva trén, það má og verður gert og ég heyrði það fyrr í dag að bolirnir verða notaðir í Ásatrúarhofið og greinarnar verði kurlaðar í fallega stíga í Öskjuhlíðinni og ég er mjög ánægður með þá lendingu. Ég veit að mjög stutt í bæinn af vellinum, en ef við tengjum nýja völlinn með léttlest eða einhverju, að þá getum við líka haft Wi-Fi þar. Þess að fá að tefja fundinn, Pínu Bóns. Í fyrsta lagi það Isavia þegar búin að leggja fram tillögur brautinni í Keflavík og þetta liggur í ráðherra að ákveða þetta og ég er alveg klár því, en þetta kannski punkturinn þessi. Mér finnst umræða svolítið hafa komið inn á það sem ég var að segja. Við dettum alltaf voni í tiltölulega mjög tæknilegar og sérhæfðar umræður þessi flugmál og komust illa að niðurstöðu. Það ákveðið vandamál. Ég hef reyndar af því leðrilegar áhyggjur líka að ef það raunverulega þannig að við ætlum að núna fara að horfa á að byggja annan flugvöll í Hvassahrauni sem 30 km frá Keflavík, að við verðum að muna að það þarf að stækka Keflavík. Ég held að séu allir sammála það. Og það ekkert rosalega einfalt fyrir þessa þjóð núna á næstu árum að fara hér út í það að byggja í Keflavík fyrir 100 eitthvað milljarða og alltaf á sama tíma að fara í 100 milljarða framkvæmd í Hvassahrauni. Ég held að lánveitendur verði ekkert rosalega ánægðir með það. Þannig að reynum að vera svolítið raunsæ í þessu. Við þurfum að gera þetta, vinna þetta saman. Ég held að allir séu sammála það að ferðamannastraumurinn vaxandi. Það þarf að taka Keflavík upp, hann ræðir varla við vöxtinn sem í dag og það, ég held að sé nokkuð svona samstæðan það. Þannig að ég sé ekki beint að við séum að fara í hitt, en ok, við skulum taka umræðuna það. En umræðan Reykjavík, við verðum aldrei með sátt nema tveggjabrautarlaust þar. Það bara margbúið síðan, ég get verið tekið undir það með tegi. Nýtingar hlutfalli, þetta hljómar eins og þetta séu ykkur lög,
þetta þá löngu verið búið að loka Ísafirði, ekki nýtingarhlutfallið það 95%. Þetta snýst ekkert það að ef 95% fyrir niður fyrir það verið að loka flugvelli. Nýtingarhlutfall vallarins fyrir bara niður. En auðvitað þurfum að hugsa öryggismál og það engin afslutu gefin af því og vonandi kemur bara frá ráðuneytinu fljótlega svar við Keflavík. Þetta ekki mikil framkvæmd að opna þetta. En það svolítið áhugavert að notendur í Keflavík ekki verið tilbúin til að borga fyrir þessa breytingu. Þeir líti ekki á þetta sem stórkvæmlega öryggismál fyrir Keflavík að setja brautina þar í gang. En þetta öryggismál fyrir Suðurströndina. Þannig að pössum okkur aðeins. Við erum líka í miklu framkvæmdum í Keflavík, það gríðarlegur vöxtur í ferðaþjónustu og ætla þá á sama tíma að fara að loka Reykjavíkurflugvöll og byggja annar flugvöll. Ég sé lánveitandi myndi ekkert líta það nema bara menn vera orðin næstu í kolklikkaðir og skulum passa okkur á því. Kæra þakkir fyrir þetta. Já, kæru gestir, Eiríkur Björn og Dagur, RÚV var búin að bóka viðtal þessna ruku þeir úr salnum og báðum að biðja ykkur afsökunar á því. En ég ætla að fara að slíta þessum fundi. Kæra þakkir fyrir komuna, góðar fyrirspurnir og málefnalegar umræður. Það ánægjulegt að sjá hvað margir hafa mætt. Og ég þakka frummælendum sem ekki hér til þess að láta þakka sig. Nema Jón Karl, ég þakka þér kærlega fyrir. Kæra þakkir. Í köldu hélt ég í sumarfrí suður til sólarlanda sælu og freka fá á ný. Ég synti í hlýjum sjónum í sandinum lá og rauð sá svarteyga senjórítu horfa á svartskeggja fást við naut. Eina sá þar mey sem ég vænst að tel undur skjótni hjarta hún að sér dró hún til mín brosti og söng og ró Siri biri bim bam 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 Mætti ég þeirri meyju mildurðu þá mín kjör með suðrænan söng í hjarta og sólskins bros á vör. Fljótt var þá leiði lokið, léttvært að ekki tel til Íslands aftur að halda heim frá Maríu Ísabel. Eina sá þar mey sem ég vænst að tel liðið svara María Ísabel undir skjótt mitt hjarta hún að sér dró hún til mín brosti og söng og ró Siri biri bim bam 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 Siri biri bim bam 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 bam
gef ég henni kórónu úr klaka á höfuð sér. Hún skal fá að dansa eins og drottningu ber. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Hún drottningin mín. Svo gef ég henni svarta slæðu að sveipum líkamann. Svo enginn geti séð að ég svívirti hann. Svo gef ég henni helskó, hitaða á rist og bindum hvítan hálsinn, leikandi kvist. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Hún drottningin mín. Svo rjóðra ég á brjóst hennar úr blóði mínum kross og kyssi hann í Jesú nafni, Júdasar kossa. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Hún drottningin mín. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Svo dansum við og dansum og drekkum eitra vín. Ég verð konungur djöflana, hún drottningin mín. Hún drottningin mín. Erfitt að reyna að segja þér frá því sem bærist inn í mér. En ég veit, þú kannski skilur þá þögnina sem ég hef reitt mig á. Orðin hrannast upp hjá mér, þvælast mitt hugarnir. Á þeim líknast og þig síst að átt að
bitna á þér, en ég verð að ná að koma böndum á þessar hugsanir sem illa leika mig. Mér bregður að heyra rödd mína, því loks hef ég rofið þögnina. Lítið bros eða snerting ein getur læknað þetta hugar mein. Orðin hlammast upp hjá mér, þvælast mitt hugarnir, á þeim litla stjórn ég er, síst það átt að bitna á þér, en ég verð að ná að koma böndum á þessar hugsanir sem illa leika mig.
Looking out my window, trying to see through all this rain. Weatherman was lying when he said blue sky today. Sick of being stuck inside. When will the sun come out and shine? I just wanna pack my bags and go. Hey, sunshine on me. When you're out, it's all I need to see. The world in a different light. You make it so bright, you're the sparkle in my eye. And as long as you're around, nothing's gonna bring me down. When will we see the sunshine? Not now. Can I get a break in here? There's stuff I need to do. Going kinda crazy and I need to get out soon. Sick of wasting time away. When will the sun come out to play? I just wanna pack my bags and go. Hey, sunshine on me. When you're out, it's all I need to see. The world in a different light. You make it so bright, you're the sparkle in my eye. And as long as you're around, nothing's gonna bring me down. When will we see the sunshine? When will we see the sunshine? When will we see the sunshine? You bring the good vibes, make it a good life. Take all the clouds and wipe them away. Roll on the good times, living the high life. Can we get a little sunshine today? 'Cause whenever you're around, nothing's gonna bring me down. When will we see the sunshine? Hey, sunshine on me. When you're out, it's all I need to see. The world in a different light. You make it so bright, you're the sparkle in my eye. And as long as you're around, nothing's gonna bring me down. When will we see the sunshine? When will we see the sunshine? I hope that we see the sunshine today. Ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi. Þetta er eitthvað sérstakt, sko. Það er mjög töff að vera bóndi. Ég hugsa að ég sjáu aldrei annað fyrir mér en að búa í sveit, sko. Þetta verður að vera gæðavara nr. 1, 2 og 3. Allt það sem ég er að reyna að gera er hugsa sem heilina. Þetta er náttúrulega bara hágæða vara sem bændur eru að framleiða hérna á Íslandi. Það er alltaf eitthvað að gera í sveitinni, sko. Alltaf eitthvað að gera. Þættirnir Hvað segja bændur hefja göngu sína 18. september klukkan 9 á N4. Ekki missa af því. Nei. Okkar geysivinsælu jólahlaðborð byrja 16. nóvember og verða allar helgar til 17. desember á Hótel Captino Neskaupstað. Pantið tímalega í síma 440 21 81. Útsala aðeins í 4 daga, miðvikudag til laugardag. 30% afsláttur. GS Ditta Nóa, Ráðhústorgi, Akureyri. Handboltamót í KA heimilinu helgina. Mótið hefst á laugardagsmorgni. Komdu og sjáðu stjörnur framtíðarinnar víðsvegar af að landinu. Keppa þar sem gleðin er í fyrirrúmi.
Góða kvöldið. Við heilsum ykkur á þessu sinni hérna úr Valaskóla Egilsstöðum og hér fara fram útgáfutónleikar Dagshljóðstar Friðjóns Jóhannssonar. Við byrjum hins vegar þáttinn á Karlsstöðum í Berufirði þar sem bændur tóku nýverið upp haustuppskeruna. Og að vinna fyrir sjálfan sig. Það er bindandi en á sama tíma frelsandi. Á Skjöldustofu nýverið haldið góðdáttarkvöld og við skelltum okkur í mat. Þetta er allt saman tilengað lambinu og svo kindinni. Í síðustu viku voru dagar myrkurs á Austurlandi og við fórum í afturgöngu á Seyðisfirði. Við erum að fagna í rauninni myrkrinu sem er núna að koma með vetrinum. En við byrjum á Karlsstöðum. Einhvern veginn að vera bara að búa inn í einhvern veginn miðri náttúruparadís þannig að maður lappar einhvern veginn út og fær svona bara, tekur andköf. Bara wow. Að það er hérna einhvern veginn, já, maður fær rosa mikið kraft úr því. Listamennirnir og bændurnir Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Hessler létu drauma sína rætast þegar þau keyptu jörðina Karlsstaði í Berufirði, en þar hafa þau byggt upp ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu, auk þess sem að menningin fær sinn stað. Bæði höfðu þau búið á höfuðborgarsvæðinu alla sína tíð fyrir utan stuttan tíma á Seyðisfirði. En af hverju sveitalífið? Ég spyr mig að því á hverjum degi, hvað er ég að gera hér? Jú, við einhvern veginn byrjaði þetta fyrir einhverjum árum síðan sem eitthvað svona draumur að fara og rækta grænmeti og framleiða vörur úr þeim og stunda einhvers konar menningarstarfsemi, tónleika og húlumhæ og svona til að gera langsögu stutta þá fundum við þennan fína bæ hérna á Austfjörðum í Berufirði og settust hér að og byrjum að láta draum okkar rætast. Þetta er bara búið að vera algjört ævintýri, rosa mikið vinna náttúrulega, en þetta er bara gott samfélag sem við búum í hérna og við höfum fengið mjög góða móttökur og það er ótrúlega gaman að vinna bara frá morgni til kvölds að áhugamálum sínum. Það er einhvern veginn algjörlega ómetanlegt og að vinna fyrir sjálfan sig. Það er bindandi en á sama tíma frelsandi. Matvælaframleiðsla Berglindar og Svavars hófst á Bulsunum sem eru íslenskar grænmetispylsur og lífrænt ræktuðu íslensku bankabyggi og öðrum úrvalshráefnum. Í dag framleiða þau einnig snakk úr gulrófum og grænkáli sem ræktað er og full unnið á Karlsstöðum. Það er greinilega mikil eftirspurn eftir íslenskum full unnum vörum. Við finnum það og það er mikil eftirspurn eftir snakkinu. Ennþá er framleiðslan, hún hefur verið svona ennþá frekar hæg, en nú erum við að breyta svolítið framleiðslunum þannig að nú ættum við að geta framleitt miklu meira. Og bulsurnar, þær eru alltaf salan á þeim með ári hverju. Það er ekkert íslenskt snakk sem er unnið úr íslensku grænmeti. Það er unnið úr innfluttu kartöflumjöli, það sem er til á markaði. Þannig að þetta er bara tækifæri. Og líka gott að nota grænmeti sem er auðræktanlegt hérna á Íslandi og líka að gefa þessu hefðbundna grænmeti sem við erum vönuð, svo róf og grænkál, eitthvað annað líf. Það er hægt að gera svo margt annað heldur en við erum kannski vön. Það er ekki bara með saltkjötinu. Aðeins eru 2 ár liðin frá því að þau Skötjuhú fluttu með fjölskyldunni í Karlsstaði og hafa þau áorkað ótrúlega miklu á þeim tíma. Þau byrjuðu á því að gera íbúðahúsið upp, þá gamla bæinn þar sem þau eru með gistingu, fjósinu var breytt í snakkgerð og hlöðinu í veitingastaðinn og viðburðavettvanginn Hafarí sem opnaði síðastliðið vor. Hafarí var byrjaði sem plötubúð í Austurstræti í 101 Reykjavík. Þróaði síðan upp út í það að vera myndlistagallerí og tónleikavettvangur. Neyddust til að loka þeirri búllu 2009 því að eigendurnir voru með hálfleita draum að byggja hótel. Þannig að við fórum á Hrakhóla og enduðum eiginlega hérna í 765 Berufirði. Við erum að opna bara sömu búllu hérna aftur yfir postnúmeri. Smá matvælatvisti. Já, með smá breytingum. En náttúrulega, maturinn kom inn í á leiðinni hingað og þannig að við hérna erum svona markmið með þessu er að þetta sé svona viðburðarvettvangur og lifandi staður fyrir músík og myndlist og mat. Seint kvöldi rokka við mér úr rútinu. Það er enginn heima, ég er aleinn í kotinu. Má ég fá mér púðu, sykur og rjóma. Ekki falla dóma, ekki kalla mig róna. Siglit í skottið á þér niðri á hlölla. Hvað ert að gera, ert að detta í slölla? Við
eitthvað gerpi sem og ekkert gott skilið. Ég þarf að tala við þig, minka aðeins bilið. Ég get verið alveg fáránlega hress, en ég get verið viðbjóðslega leiður líka. Hvort mikilvægar að við... Það var rosa gaman að fá listamenn til að koma og kannski vera í 2-3 daga, gefa þeim bara vel að borða og góð rúm og þannig að svona slaka eins á og sumir voru í viku kannski bara fyrir og eftir. Þannig að þetta verður kannski svona, gera svolítið úr þessu. Það er kannski líka markmið með þessu að listamenn eru oft kannski á þönum í tónleikamennsku og hoppa inn og út. Auðvitað það líka allt í lagi, en það er líka gaman að koma og slaka á og nýta tíma og kannski taka eitthvað upp og auðvitað þess að halda tónleikana. Og svo fannst mér þetta líka sameinað dálítið svona sveitina, bara að brjóta múr, það er stundum rígur milli Djúpivogshrepps og Breiðdalsvíkur og mér fannst svona bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn mitt á milli og fólk kemur og hittist og bæði líka bændur í sveitinni koma svona að bera saman bækur og taka stöðun á heiðskap og svona og það er ekki síður skemmtilegt að bara það einhvern veginn að koma í kvöldkaffi hingað og ræða málin, það er bara ótrúlega gaman. Við getum haldið tónleika út í Raskati með fullu húsi miðja vetur, það er náttúrulega mikil meðgjöf. Það sem hjálpar líka við að gera þetta svona ánægilegt og að góðum stað til að búa og einmitt hvað það er mikið af frábæru fólki að gera skemmtilega hluti. Þannig að það er alltaf, þegar okkur langar að vera neytendur einhvers staðar, þá er bara svo margt í boði og við erum rosa duglega að fara í önnur bæjarfélög og fara helgar og gista einhvers staðar og taka þátt annars staðar. Af því að eins og ég segi, það eru bara einhvern veginn snillingar í öllum plásum hérna. Svavar Pétur er einn af þekktastur sem listamaðurinn Prins Pólo, en hann á rætur sínar að rekja á Seyðisfjörð. Eftir við fluttum austur á Seyðisfjörð þannig 2008, þá var ég í rauninni bara einn og ekki í rauninni með hljómsveit og kom inn fyrir niður í kjallara og fór að semja tónlist undir nafninu Prins Pólo og sem var nú bara inspirerað af sjoppunni. Það var svona sjoppuleg tónlist og fekk sjoppulegt nafn. Síðan bara svona, það átti nú svo sem ekkert að vera neitt nema bara eitthvað svona til að hafa eitthvað að gera þannig við veturinn en svo vattaði upp á sig og ég er nú alltaf að ég er alltaf með svona hugmynd að reyna að enda það einhvern veginn með gera eitthvað fáránlegt þannig að ég geti henni ekki haldið áfram með það. Svo hefur Berglind spilað með mér í hljómsveitinni, Prins Pólo og við vorum í hljómsveitu þar á undan líka. Við vorum í dúett sem ég létt á bárunni og tókum plötu í Seyðisfjarðarkirkju og ekki pönk í því og töluðum kvótann og svona alvöru hluti. Rosa reið. Núna snýst þetta svolítið það að vera bara inn í bílskúr á kvöldin þegar ekkert annað að gera og taka upp og Já, og svo svona kannski vegna annað þá hef ég svona smám saman alltaf tekið minna þátt út af því að það er svo margt annað að gera. Þegar það er búið að kála Prins Pólo og við erum svona aðeins búin að ná betra tökum á snakkbransanum að þá vonandi förum við aftur í skúrin og gerum meira pönk. Hvað skildi vera framundan hjá Karlsstaðabændum? Verkefni framundan er að ná utanum snakkframleiðsluna og koma því svona alveg rækilega á kortið. Já, og svo er bara að spila og svo kannski förum við í sumarfrí í janúar, hver veit. Svo opnum við aftur Hafarið 1. maí og þá